Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal sweet chili sem er svartubókin. Það er ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu bátnir í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur mín á Subway, það er kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaðar. Endilega fylgið Bíóblaðari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaðar, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Batman, þáttur 2. Ég ætla að skýra þennan. Fyrir þáttun á að heita Batman með Óla og Mána. Þessi heita The Dark Knight með Mána og Óla. Okay. Það er það sem seldi mér þetta, sko. Ég held þetta að vera Batman og síðan Batman Returns. Nei, þetta virkar betur. Er það ekki? Sérstaklega við viljum líka fara í mynd sem svona frægast af þessum sem við erum að tala um núna, sem er náttúrulega The Dark Knight. Nú ætlum við að taka fyrir Nóla myndirnar. Já. Kannski aðeins Frank Miller. Já. Teiknumsögunar. Já, við höfum eitthvað að segja um það. Mér finnst áður en við tölum um Batman Begins, ef að tala aðeins um stökkið frá Schumacher alveg þar til Nolan kemur og hvað kom fyrir þarna milli. Algjörlega, hvað um það? Ok, það eru margar tilraunir til að reyna að koma einhverjum Batman-myndum í framleiðslu. Batman Triumphant töluðum við um seinast. Já. Það virkaði ekki. Þeir vildu fá Darren Aronofsky til að gera Batman-mynd. Sem hefur verið mjög áhugavert. Ertu búin að lesa konceptið á bak það hana? Ætlaði hann ekki að gera bara svona Year One dæmi? Með Big Al. Með Big Al. Hann ætlaði Batman myndi vera foreldrastegja, sem býr hann á götunni. Hann er bara eitthvað svona junker klonker, býr til eitthvað svona bíl og hann er bara eitthvað svona crazed, þetta er svona hobo with a shotgun útgáfa af Batman. Og ég veit ekki hvort ég fíla það samt. Alfred er Big Al sem var eitthvað svona mechanic. Þetta er svolítið steikt og Frank Miller var vist að skrifa handritið. Nei. Eða story. Ég man ekki hvort það var. Ég er ánægður að svo mynd gerist ekki. Nei, líka þegar þú lýsir svo svona, það ljómar ekki vel. Inn á milli er nokkuð hluti sem gerast. Í fyrsta lagi Spider-Man myndinar og ég held að það sé stór ástæða fyrir það þeir fái Nolan, Sam Raimi, þetta er stórt nafn, í því leiti að þessi gæi gerir elskaðar myndir og ef við leifum honum gera sína Spider-Man myndir, þá fáum við góða myndir. Hann er með sína rödd sem artisti. Klárlega maður með vision. Ég var að tala um Spider-Man 2 fyrir mér um daginn. Það er svo mikið artistry og svona reymynda með þess að þegar myndan svona spinnast og breytist í svona Daily Bugle blað, Spider-Man sveiflast í gegnum blaðið, byrja að sveifna í gegnum borgina og síðan zoomar þetta ennþá lengur tilbaka og þá er þetta inn í sólglirunum að stokka og bara holy crap! Spider-Man myndinar elska að vera teiknumyndabakar bókamyndir. Og viltu meina það að þær hafa haft áhrif á Batman? Þær og X-Men myndirnar, að því að X-Men myndirnar, nú er Bryan Singer víst algjör skítall. Já. En ég vissi ekki akkurat með þeim tíma, sko. Nei, en það eru nokkur hluti sem þær myndir gerðu. Þegar Superman með Christopher Reeves kom fyrst út, hugmyndin á bak við það var, við fáum stór nöfn, Gene Hackman, Marlon Brando og við setjum nýjan leikara inn í með þeim og við búum þannig til stjörnur nýja leikarana. Sem Christopher Reeve í rauninni. Já, og svo hugmyndafræði var ekki fyllt í Batman, þegar Keaton var orðin svona frekar stórt nafn. Já, alveg frægur. Já, og en með X-Men myndirnar sérstaklega, þar ertu með Patrick Stewart. Þetta var fan-castingið og Singer hlustaði á fólkið og gerði það sem þeir vildu. Þetta var brilliant. Þetta var brilliant casting. Ian McKellen, bara alnað geðveikt casting. Brilliant. Hugh Jackman, þetta er ekki comic accurate Wolverine, en þetta er gott casting. Famke Jensen, James Marsden, þetta er bara þarna, X-Men myndirnar komaði virkilega í gang að þú færð rétta liðið fyrst og síðan gerur góða mynd. Sama með Raimi Spider-Man myndirnar. Ég er ekki stærsti aðdáðandi Tobey Maguire, en hann virkar í þessum myndum sem þessi karakter og Alfred Molina,
þú ert með James Franco virkar kannski ekki jafn mikið en Goblin Face Willem Dafoe Goblin Face Willem Dafoe fullkomin í þessum myndum. J.K. Simmons besta comic book casting allra tíma. Alveg langt fram hjá öllum. Hann J. Jonah Jameson. Já. Og það á þessum tíma á milli, þá normalisað hugmyndin að þú býrð til sterkt lið fyrst og síðan gerur góða mynd. Já. Og líka Batman sem bíómynda brand, það dautt. Út af Batman Robin. Út af Batman Robin. Þó að ykkur finnst hún yndisleg. Það þú ert ekki að fara að hringja í halló Steven Spielberg, við skulum borga þér 20 milljónir til að gera Batman mynd. Það ekki hægt. Þú getur ekki fengið, ég veit ekki hvort þú gæti fengið Burton aftur. Það kannski, en áhugin hjá fólki til að fá Batman ekki svo sama og hann var. Nei. Þú sér það þegar Batman Begins kemur út, það bara einu ára undan Superman Returns, eða ekki? Jú, 2006. Ég man eftir því að sjá endalaust af auglýsingum hjá Superman Returns. Batman Begins, hún var bara einhvern tímann komin ólöglega í einhvern DFD-disk sem pabbi minn brendi fyrir mig. Ég man ekki eftir neinu svona í kringum hana. Það var örugglega, en ég man eftir skotunum sem fór í auga á Superman mikið betur en ég man eftir auglýsingum úr Batman. Já, algjörlega. Þannig að við það að Nolan mættur, þá fyrsta lagi, þetta svona gullið tækifæri, þar sem að þetta geðveikur karakter og geðveikt svona genre sem hann getur gert þarna með þessum karakter. Það eru engin pródúserar að fara fokk í honum af því að það engin þeirra sem hægt að hlusta á lengur af því að það er búið að brenna alla brýrnar þarna. Þeir eru allir búin að sýna það að þeir veit ekki hvað að gera. Svo eina leiðin til að fá þetta aftur í gang að fá eitthvað svona visionary og gefa stjórn á þessu. Þeir eru líka bara að hugsa með sér, við höfum ekki að tapa. Nákvæmlega. Og það hugmyndin komin að þú getur fengið stór nöfn í þetta. Þú getur fengið Michael Caine, þú getur fengið Christian Bale. Þú getur fengið Gary Oldman. Þú getur fengið Gary Oldman, þú getur fengið Liam Neeson. Og en ólíkt Forever castinginu, það fannst mér þetta var perfect casting. Þetta mikið eins og Michael Caine sem Alfred og... Gary Oldman líka on par við J.K. Simmons, sko. Gary Oldman mjög góður Gordon. Hann Gordon. En annað sem gerist þarna, Christopher Nolan, ég myndi segja að stærsti munurinn á Christopher Nolan, það á þessum tímapunkti, kannski kringum X-Men, að því að Burton las Frank Miller bækurnar og Killing Joke. Christopher Nolan, það svona blaðsíða sem snýst þar sem að í kringum 2000 þar lesa leikstjórarnir allar sögurnar. Þar sem að þú sérð Year One Batman í Batman Begins, þú sérð The Long Halloween og þú sérð Dark Victory. Þú sérð mikið meiri Batman sögur sem eru þjappaðar saman og það besta tekið úr þeim og sett í myndirnar. Og þaðan fáið síðan Batman Begins. Munurinn að, ég myndi segja stærsti munurinn þá Nolan og Burton með það að gera Burton stórt nafn sem fékk að gera Batman af því að hann var rúllandi hæ. Nolan, hann var ekki stórt nafn en hann var gott nafn. Hann var gæðaleikstjóri. Og Burton Batman, þú gast selt það sem Burton mynd. Nolan Batman, þú getur ekki selt það sem Nolan mynd. Ekki þegar hún kemur til. Ekki á þeim tíma. Nei. Þannig að það held ég að sé svona stærsti munurinn. Burton, það auðveldara fyrir hann að gera mjög successful Batman mynd. Og út af því, þá mjög auðvelt að gefa honum bara creative control strax. Viltu að meina að kringum þá 89 eða 88, hvernig sem tóku upp Batman 89, viltu að meina að ef þú hefði þurft að veðja og þú hefði bara eitthvað séð framtíðin eða eitthvað, þú hefði, Burton gerir 89 myndina, Nolan gerir 2005, hvor var meira í svona uphill battle? Skilji hvað við? Já, sko... Því Burton kemur eftir 60, Joke-dótið, þá Days of War eða eitthvað. Nei, það voru 16 ára milli 89 myndinar og Batman Begins og það eru 16 ár síðan Batman Begins kom út. Já. Það er fokkar svona, búm. En skilji hvað við, hvor átti erfiðara verk fyrir höndum? Nolan að bjarga aftur Batman eða svona, það var komið í ræsið og gerði þetta aftur flott, eða Burton að reyna að fara úr grínunni yfir eitthvað alvarlegra? Ég myndi segja Burton að því að Nolan, hann hefur enga að tapa. Já, Nolan hefur enga að tapa en líka hver að fara að mæta á settið og segja Nolan fyrir. Þetta dautt
þetta er dautt barn sem að Nolan er að reyna að lífga við þarna. Burton aftur á móti, hann þarf að berjast gegn gömlu ímyndinni, Adam West ímyndinni. Já, Burton. Já, Burton, sér ekki það. Hann þarf að berjast örugglega gegn einhverjum, það er náttúrulega alltaf einhverjum framleiðendur sem vilja segja hitt, segja þetta. Sumir hafa gott innlegg, aðrir hafa slæmt innlegg. Ég myndi segja að Burton hefur örugglega þurft að berjast við fleiri þeirra. Og Burton, hann er líka með menn sem eru, hann er eins og Jack Nicholson, ég get ekki ímyndið mér að Jack Nicholson sé auðveldur leikari til að vinna með. Nei. Og það var náttúrulega ekkert svona, kannski svo talaðu template og svona, það var ekkert mikið undan 89 Batman. Þegar Nolan gerir, þá búið komið mitt X-Men og Spider-Man og svona myndir. Það er komin svona pínu hugsun í þetta að við getum gert þessa myndir vel ef við fáum rétta teimið. Og almenningur á búin að sína þarna líka, hei, við erum til í að koma. Við erum til að mæta í bíó og sjá þessi kartara. Ef þið gerir, það er líka mjög mikilvægt, en að bíóáhorfendur eru búinir að sína það fram að ef þessar myndir eru góðar og þetta er rétt gert, þá mætum við. Við erum ekki að fara að mæta á Spawn ef þið gerir bara einhverja vitleysu. Við höfum engan áhuga á rusli. Já, það er hægt að gera þetta rétt og við viljum að þið gerir þetta rétt. Mér finnst hún líka Hvað það er svona mækkum? Timeslottið sem Batman Begins var, mér finnst þetta svo fullkomið fyrir velgengni hennar að því bíó áhuga menn og bara svona bíófarandi fólk, það er nýbúið að upplefa hægið sem er Spider-Man 2. Og hægið sem er Revenge of the Sith. Já, hún er með 2004. Hún kemur á 2004, það bara ofurhetjumyndir geta bara verið verulega góðar myndir líka. Að því Spider-Man 2, góð ofurhetjumynd, en þetta er líka bara góð mynd, bara fáránlega góð mynd. Og þannig að fólk er bara svona, já, heyrðu, það er alveg hægt að gera quality fucking sögur hérna. Og Batman Begins er quality fucking saga, sko. Það er rosalega mikið af sögunni, en þetta er allt svona fullkomlega sett saman. En það er áður, sko, því ég man eftir þessu á þessum tíma, 2005. Ég var mjög spennt fyrir þessar mynd, Batman Begins, að ég vissi hvað Nolan var og ég vissi hvað Christian Bale var. En það voru rosa margir, ég man alveg eftir hvernig svona vibe var. Önnur Batman mynd. Þá var fólk bara hús Batman Robin. Svona Batman, og byrju, gerist hún á undan hinum myndunum? Já, fólk var ekki að tengja þetta, var ekki að fatta, en nördarnir, þeir vissalega voru búin að sjá með Memento og vissu hver Nolan var. Fannst þetta áhugavert að fá svona leikstjóra. Og Christian Bale, mér fannst það sterkastur svolítið American Psycho. Það er svakalega þar, ég bara, vá, hann er líka Bruce Wayne. Hann var líka góður leikari í henni. Hann er alltaf besti 2000s. Við erum að tala sko líkamann. Já, Jésús. Þannig að ég man bara á þessu tíma, bara, vá, ég er spenntur að sjá þetta, þó að Batman Robin hafi ekki verið upp á þessu myndi mín. Þetta er eitthvað svona nýtt, og svo sá maður bara þessa leikara, Liam Neeson og Gareth Bale, tölur upp alla leikarana. Manstu þegar þú sást fyrsta trailerinn? Manstu hvernig fyrsti trailerinn var? Ég man það. Ég man ekki hvernig fyrsti trailerinn var fyrir Batman Begins. Fyrsti trailerinn, þetta er Bruce Wayne, hann er að ferðast heiminn. Það er narration það sem hann talar I've been traveling. Hann segir eitthvað svona. Jó, ég man það. There's something I've been searching for. Something in the dark. And there's something that people are afraid of. What is it? Me. Og síðan færðu bara Batman. Já, ég man það núna að þú segir það. Og ég held að það hafi verið mómenta sem fólk átti að sjá og býtu, þetta er eitthvað allt annað. Já, þetta er eitthvað annað. Ég elskar eitthvað endirinn á trailerinu, það er þarna Where are you? Og hann er bara á hvolfi fyrir aftan hann. Here. Já, það var ekki trill 2 eða eitthvað. Við fengum ekki að sjá Batman mikið, ég held í fyrsta. Nei, það var bara dísendum. En svo líka eitt áhugavert fannst mér við Batman Begins, að ég fylgst þetta með þessu. Hún sló ekki met í miðasölu, en henni gekk sjúklega vel á DFT. Þess að það segir mér, það var svo margir sem sá hana. Word of mouth. Bara herðu þessi Batman-myndum, hún var geggjuð. Þess vegna var það líka Dark Knight svona vinsælt. Þú manst fréttamiðlumina sem að umræðina sem Dark Knight fékk. Alveg bara áður en hún kom út, það voru allir að tala hana. Þetta var stærsta mynd í heiminum. Alveg ári áður en hún kom út og ári eftir hún kom út, það var ekki hægt að tala þessa mynd. Hún breytti leiknum. Já, 100%. En förum aðeins í Batman Begins. Bara myndinni sjálfa, kemur úr 2005. Munið þið sá hana fyrst, fannst ykkur bara frábær mynd, solid mynd? Ég man þegar ég sá hana fyrst og ég sá hana örugglega bara svona svipuð lit og þú, bara pabbi minn brenda hana á disk, fattar þú? Vantaði líka atriðum í þín útgáfu? Nei. Og varst fyrst klift útgáfu? Já, ég fekk einhverja klift útgáfu, hún var samt æðisleg.
En ég man eftir að hafa hort á henni, ég líka man sko þegar hún var að koma út, ég sá svona klippur á henni á RÚV eða Skjá einum eða eitthvað þegar það var verið að sína hann æfa sig í tempóluna. Og mér fannst það svo töff, ég var loksins að sjá Batman sem svona ninju, og mér fannst það svo nett og það var svona, þeir voru með þarna oddana hans sem svona partur af ninja outfitinu, og mér fannst það geggjað, mér fannst það svo cool og ég var svo spenntur fyrir þessa mynd og ég er að vera 9 ára gamall fattar þegar hann kemur út, en ég var samt bara og svo sé ég hana og svona alltaf tölvuleikurinn sem kom meðfylgjandi, geggjaður tölvuleikur. Vanmetinn leikur, hann ekki á góður Arkham-leikarnir, en hann var solid. Hét hann ekki bara Batman Begins? Jú, og Christian Bale talar inn á leikinn og allir leikararnir. Var það ekki bara eitthvað rusl? Nei, hann var, eins og sé, ekki af góður og Arkham-leikarnir, hann kannski ekki hún eldast vel. Hann leggur grunninn fyrir hann var mjög solid leikur. Ok. Því ofta svona movie tie-ins verður eitthvað drast. Já, en hann var shockingly solid, sko. Líka þeir fengu talentið, þeir fengu Christian Bale og Michael Caine og svona. Það sem mér finnst magnað og ég með langar meira að vitna í þetta varandi Dark Knight en ég tala samt þetta hérna í Batman Begins. Ok, í dag erum við svo vön að sjá stóru nöfnin í ofurdimyndunum. Við bara risa nöfn, bara hey, Christian Bale er að fara að vera í Thor 4, fattar þú? Og þetta og allt svoleiðis. Og Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, og við erum með þetta. What? Já, en Batman Begins 2005, hvað er þetta cast? Þetta var rosalega. Þetta er bara Christian Bale, Gary Oldman, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Ken Watanabe. Já. Og þetta er Nolan. Þessi leikarar, þú getur ekki fengið þetta ef þú ert að gera einhverja sálarlausa stúdíómynd með alla. Christian Bale mætir ekki að því hann vil leika Batman, Christian Bale mætir að því hann vil vinna með Nolan, saman með alla hina. Eitt aukalega samt í kringum auglýsingunum og svona, í kringum Batman Begins sérstaklega, tekin upp á Íslandi. Já. Það var alveg pínu svona auka. Algjörlega. Og þær senur, það var eitthvað af þeim með þessum trailer sem varst að lýsa. Yes. Ég bara leiðast að lýsa og bara, já, alveg rétt. Það var góðu teaser trailer. Líka stöndið sem þið gerðum maður, my god. En það runnu af bjarginu, klettinum. Þetta var bara gert í alvörunum maður. Holy fuck. Já, einmitt. Er þetta þegar springur drastlega? Já, þegar það renna þarna og fara að grípa Neeson og krækja sig í bjargið, sko. Þetta er hörku stönd. En ok, þegar þú sást hana, Óli, já. Hvernig fannst þú hún? Ég elskaði hana. Það var bara, ég gat ekki hægt að horfa á hana. Ég held að, sko, diskurinn, það er bara magnaðan að kviknaði ekki í honum, sko. Það var hversu mikið ég horfði á hana. Ég elskaði Christian Bale sem Batman og... Er hann góður Bruce Wayne og Batman? Já. Hann er líka, hann er með bestu Batman-röddina þarna og... Hvernig finnst ykkur sú rödd? Svona growling. Ekkert að þessu. Það eru margir sem þoldi ekki og margir sem gera grína. Hún er best í Batman Begins, hún er meira subdued, en haldandi áfram, mér finnst ekkert að þessu. Þetta böggaði mig aldrei, sko. Nei, ég sá, þetta er bara eitthvað sem að fólk á netinu byrjaði að tala og ég held að fólki finnst eins og þetta eigi að vera pirrandi. Af því að þau sá að annað fólk var að tala þetta, en ég hef aldrei, þetta truflaði mig. Er þetta bara ekki parodíurnar? Er það ekki það sem svona blæðir í culture, sko? En ég elska röddina hans í Batman Begins, af því hún er svona, þetta er svona lúmsk svona Clint Eastwood eftir hérna. Þetta er svona The Lone Gunman. Who was with Falcone at the docks? Já, algjörlega. Og þetta er ennþá röddin hans Bale. Þetta er ekki röddin hans hverfur ekki að það. Nema í sumadurum er svona, where were the other drugs going? Þá náttúrulega hverfur þetta svolítið. Já, þegar hann öskra mikið. Swear to me. Já, það er svona klikkað. Það er það. En ég elska þegar hann er, þú veist, ég elska bara presensið á þessum Batman sem við nefndum í fyrri parturum, hann er eins og svona, þeir hönnuðu hann eins og Pardus, þú veist, með hálsin og svona, og þú veist, hann stendur bara þarna, þetta er svo mikil fígúra, þú veist, eins og, ég elska líka skotið þegar Rachel sér hann og skýtur svona taser í áttur á hann og hann er bara hann og... Það er ekkert. Ja, og skikkinn er svona flöktrand og hann er bara... Þetta er svo... En já, gríman var hönnuð sérstaklega með svona auka, traps, vöðum til þess að hann lítur út í svona stór villiköttur sem er bara stökkva á þig. Úr kommentaríunu, það er þetta sagt. Já! Til þess að búa til eitthvað svona imposing. Já. Hann er bara dýr. En mér finnst búningar bara svo svalur í Bambi. Já. Við Óli töluðum þetta, en Óli benti mér á þetta. Í Batman, í Dark Knight Rises... Já, ég skemmti þá mynd fyrir... Já, stórlega. Það er, þegar Batman kemur aftur, hann hefði átt að snúa aftur í Batman Begins búningnum, frekar en Dark Knight búningnum,
Fokka, það hefur verið cool. Og, býtu, sábúningur hnífaheldur. Talia al Ghul hefði ekki getað stungið hann í endanum. This sucker will stop a knife. Ég var að horfa okkur til skiptis. Ég var að, það væri brilljant. Ég kom með þetta, við horfðum á þríleikinn sko, og þetta var svona, þegar við vorum að tala hvað við elskuðum Batman Begins búningar og síðan þegar við vorum á þriðju myndinni, svona, hefði ekki, að því Bane náttúrulega brýtur grímun og brýtur Batman í þessum búning og, og það er alveg stór galli í þessum galla og þetta er allt svona, hann er léttar og gerir allt svona, en hann er náttúrulega, hann er sterk, það er eins og hann sé sterkari í Batman Begins búninginu, þannig ég er svona ég alveg, veistu hvað hefði verið cool? Ef hann hefði komið aftur til Gotham í Batman Begins búningum og Máni kom, nú er þessi mynd ónýtt fyrir mér. Það hefði verið geggjað. En það sem ég veist áhugavert við þessa Batman búninga, það er alltaf ég held að þeir sem er hlusta fatti alveg hvað ég er að tala búninga, þess að hjálmurinn eða hausinn eða hvað kallar það gríman, þetta er alltaf fast við axlirunni. Þú getur ekki snúið hausnum á þess að snúa öxlunum líka. Mér fannst svo töff að þeir leystu það í Dark Knight. Mér finnst það verið miklu eðlilegra performance. En þeir leystu það líka in canon. Já, hann segir, ég vil geta snúið hálsunum, segir það í myndinni. Já, ég viltu geta snúið hálsunum, það gera auðvitað fyrir maður að bakka bílnum, eða ekki? Já, þegar maður horfir á gömlu myndinar, eða bara Batman Begins, þá er þetta alltaf, þú veist, það er að snúið allum líkamann. Það er alveg pínu sjarm í því, að því að þegar þú tekur það rétt upp, þá er þetta er svo stór hreyfing, það gerir þetta svona íktara. Já, það er enda rétt, en það er samt, í sammálega, samt svona tín kjánlegt, sérstaklega búin að sjá Dark Knight. Þegar þú sér þegar hann getur snúið, þá höfður þetta bara svona í svona hjálm, við lístum sem þetta væri bara mótorhjálmur, í raun og onna. Mér fannst það bara svo töff, og ég vil að sjá Batman Begins búningin í Dark Knight Rises lokin, með samt möguleg einhverju snúningsfeature. Já, en líka bara það hefur verið svo flott svona bookend á þetta. Veist það, því hann þarf að koma aftur sem Batman, og það væri bara svo flott, sko. En það er mitt bættur við, hann var svo busy, búningurinn í Dark Knight Rises. Notaði hann skikkjun eitthvað sem glætir í Dark Knight eða Rises? Já, í Dark Knight. Já. Var það? Já, í Hong Kong. Já, alveg rétt. Það er bara eitt. Hong Kong-sinnan, og svona skulum tala svona aðeins í kringum myndina, það var ekkert að gera þessa senu í dag. Bara, ég held svona, pólitík heimsins myndi ekki leyfa það. Þú getur ekki selt þessa mynd í Kína ef þú tekur þetta atriði upp í dag. Nei, það getur þessi rétt hér. En spörum aðeins Dark Knight. Spörum Dark Knight. Við höfum nógu að segja Dark Knight. Já, Batman Begins, þér varst frábær. Máni, þú sást hana. Þetta er besta live action Batman-myndin, finnst mér. Þetta er besta live action Batman-myndin? Yes. Þannig að þú myndir ranka Mask of the Phantasm, svo Batman Begins, svona all time. Já, síðan kannski Red Hood eitthvað staðar þarna. Ég er með sömu 1 og 2, sko. Batman Begins er 2 þig líka? Já. Akkur eru þetta svona góð Batman? Þetta er ef að framhaldið hefði verið Clayface, það hefði ég trúið. Þessi mynd, þessi heimur getur farið hvert sem er. Þetta gat farið í svona gritty realism eins og Dark Knight gerði, en þetta hefði líka geta verið, þetta hefði geta farið út í Neil Adams skrýtna Batman. Þetta hefði geta farið í allar mögulega, þetta er fullkomin byrjun á hvaða Batman heimi sem þú vilt setja upp. Ég fannst hann bjóða upp á hvað sem er. Áhugavert. Karakterinn er full myndaður þarna. Þú ert búin að skapa Batman sem virkar hvers þú vilt taka. Þú ert komin með Jim Gordon, þú ert náttúrulega með æðislagan Alfred, þú ert búin að setja upp Jokerinn, og Gotham, þú ert búin að setja hana mjög vel upp borgina, þar sem að það er svo mikið af möguleikum sem þú opnar þarna. Þetta er svo mikill heimur í þessari stuttu mynd. Alveg æðislegt. Og líka, sko, líka það að fyrstu, hún er með 2 villains og þetta er Ra's al Ghul og Scarecrow. Veist eins og þetta, það er svo mikið af möguleikum bara þannig kring, eins og hann segir, Clayface hefði geta verið vondigæðin í næstu mynd og þú hefði ekki eins og blikkað auga, sko. En þeir náðu samt svolítið að gránda þá. Já. Myndin á að gránda, er þetta gránda Clayface? Það er náttúrulega málið. Þessi mynd er ekki jafn grounded og Dark Knight. Nei, 100% ekki. Ég held þeir gerðu Dark Knight meira grounded, þeir hefðu geta túnað Siljíunu aðeins hærra upp. Þeir hefðu geta farið í báðar áttir. Það er mjög áhugaverður punktur.
Maður pæla ekki sér mikið í núna í dag þegar maður fekk sér Dark Knight og þau fóru bara í þá átt. Mér finnst líka svo interesting að Nolan gerði bæði Batman Begins og Dark Knight sem, þú veist, hann var aldrei með framhald í huga. Þess vegna endurinn á Batman Begins með Joker-spjaldinu, þess vegna þetta svona perfect að því svona alveg við vitum hvað að fara að gerast. En hún hefði samt getur standalone mynd. Hún það. Þetta er bara svona, ef þetta hefði bara verið endurinn, þá þetta svona, við sem áhorfendur bara svona We know. En maður var svo spenntur líka þegar Batman Begins endar. Já. Hann kemur Joker-spilið. Ég man þannig, ég var þannig, ég var bara eitthvað, vá hvað ég vil sjá Nolan gera Joker, maður. Já, ég hef alltaf djókað það því mér finnst endurinn á Batman Begins svo fucking perfect, þannig að Jim Gordon, I never said thank you, og Batman snýr sig við, and you'll never have to, og stingur sér svona af og glætar. Mér finnst rosalega gaman að ímynda mér Warner Brothers Executives að tala við Nolan á einhverju þaki, þegar þakkunum fyrir Batman, we never said thank you, and you'll never have to, og hann hoppar af þakinu í jakkafötunum sínum og svona glætar. Það vil meina Nolan sem Batman í sladri. En það pældi í því, ég er spenntur að sjá næstu mynd með Jokernum. Hver var spenntur að sjá þessa mynd? Fólk, það var engi... Nördarnir, ég var spenntur að sjá. Nördarnir er svona meðalmaðurinn hafði engan áhuga annari Batman. Nei. Þeir horfa á þetta og svona bara, já, núna, ég vil fá aðra Batman mynd núna. Já. Að því hún var bara með svo gott word of mouth, það var með það var solid mynd. Einn af mínum uppáhaldsfígur á internetinu, þetta er James Rolfe. Hann talaði Batman myndirnar allar stakar. Uppáhaldsmyndir hans ennþá 89 myndin. En hann talaði að hann gleymir ekki varandi Batman Begins og Dark Knight bara word of mouth, þegar hún fannst þetta insane. Og hann sá Batman Begins 3 í bíó, og hann talaði bara, ég gleymi hvað allir voru að tala um þetta, en hann talaði líka það sem þú varst að tala með Dark Knight. Hann bara, þú komst ekkert frá þessari mynd, fattar þú? Það var bara hún. Dark Knight var svo mikil juggernaut. Já. En geim hann aðeins. Það er líka skemmtilegu punktur sem Máni kom með varandi Batman Begins. Hún núna templateið fyrir allar superhero origin myndir. Haldið á Iron Man hefði verið eins og hún ef Batman Begins ekki verið komin. Aldrei. Iron Man þetta er sama myndin. Iron Man, þú byrjar myndina á bak, hvernig hann æfir sig að vera ofurhetja, hann er hjá, hann er tekin úr venjulega heiminum, settur í hann skrýtna heim, síðan snýr hann aftur, breyttur maður, en ógnin úr heiminum sem hann yfirgaf er komin aftur, fylgir honum og núna þarf hann að berja heiminn. Þetta er sagan í Iron Man, þetta er sagan í Thor, þetta er sagan í Captain America, þetta er allt, þetta er þessi mynd. Hvað er betri, Batman Begins eða Iron Man? Batman Begins. Þú sér líka influencer mest í Doctor Strange. Alveg tempólið og alveg Ra's al Ghul, hann Mads Mikkelsen, hann er bara parodi af Ra's al Ghul. En eins og Batman Begins, eftir að Dark Knight, að því hún var svo risastór, finnst þú ykkur Begins gleyma svolítið? Já. Í dag? Já, hún gleymir. Fólk gleymir því hversu, að því að hún var ekki jafn stór, en alltaf þegar það var talað hana á tímanum, þá var alltaf, hefur þú séð nýja Batman-bílum? Bara, wow, þetta er ekki bíl, hann er bara með skriðdrif. Can you drive stick? Það er æðislega lína. Já, ég nefnilega man eftir þessu, man svo vel eftir þessu. Ég fór á 5 sinni í bíó, Batman Begins. Ég fór á 8 svona Dark Knight. Það er personal best. Borgaði alla sýningarnar. Ég man þegar ég sá mitt Batman Begins og ég var blown away. Mér fannst þetta svo æðislega mynd. Og ég var bara yes, það er orðinsaga. Og ég er oftast ekki hrifin af, mér stundu verið bara svona, oh my god, það er ég að bíða núna, fæ ég svo Batman í númer 2. Fatti, ég er bara Bruce Wayne allar myndin og svo Batman. Mér fannst bara svo vel heppnu mynd. Leikararnir, hún er vel skrifuð, mér fannst vondikarlinni spennandi, Scarecrow í svona mynd, ég hef aldrei trúið að hann kemur svona vel út. Mér fannst hann mjög flottur í svona mynd. Cillian Murphy, augun á þessu manni, Christ. Mér finnst hann geta leikið allt. Hann er mjög góður. Hann getur leikið aumingja, hann getur leikið nagla. Hefur séð audition-rólið hans til að leika Batman? Býtu, hann fór ekki búning hans Val Kilmer? Jú. Jú, ég hef búin að segja það. Þeir fóru allir í það, í þann búning. Ég held að hann hefði ekki virkað sem Batman. Nei, sammála. Ég held að hann hefði getað virkað sem Batman, en hann er of creepy til að vera Bruce Wayne. Meina bara útlistlega. Hann er scary motherfucker, sko. Í audition-tapinu, þú bara svona sérð bara þessi gæir unhinged. Hann hefði verið góður sem, ef þið vildu halda áfram með Burton Batman. Já, hann hefði mögulega getur það, Psycho Batman. Já. En já, Batman Begins er líka, það er bara flottir villains, og ég elska hún er svo vel skrifuð, hún bara handrið, það er svo mikið svona callbacks, Rutger Hauer, okkar maður í henni,
og Hann flottur í. Hann æðislegur. líka ég elska all callbackin, ég elska þegar myndir eru með svona full of sneaky one hann, eins og þarna, didn't you get the memo? Það svo slímugt atriði, sko. En ég elska líka Morgan Freeman, við tölum ekki eins hann. Já, ég var einmitt að fara að nefna það, sko, því að hann svo góður í endan. I got a new position, yours. Bara svona, fuck you. En þetta uppáhalds performance mitt með Morgan Freeman í þessu myndum. Þetta Sérst í Batman Begins? Bara í Batman, Dark Knight og Dark Knight Rises. Þetta einu myndina sem ég sé ekki Morgan Freeman. Ég sé Lucius Fox. Sverfur alveg í þetta hlutverk eitthvað, ég veit ekki hvernig hann fyrir. Nei, ekki ég heldur, en þú bara gjörsamlega gleymir því að þetta Morgan Freeman, því Morgan Freeman alltaf Morgan Freeman. Verulega góð, en hann svo rosalega distinkt hvernig hann lítur út og hvernig hann talar, mannerisms, líkamstjáningin, en sem Lucius Fox, hann bara Lucius Fox, bara svona stundum gleymir maður að þetta var Freeman. En það sem líka áherslu Batman Begins, sem nú þú nefnir þetta, með svo stóra leikara, svaka leikarhópur, en mér veist enginn var að stærja myndin. Nei, það eitt annars við getum talað um þessa mynd. Fólk hefur oft gagnrýnt Nolan sem hann hugsar of mikið samsetningar myndar og ekki nógu mikið karaktera. Hefur þetta fólk séð Batman-myndina? Þessi gæi, þetta alveg bara 10 af 10 vel hannaðir karakterar. Já. En hann var líka ekki einn. Hann var ekki einn, en þessi hugmynda, hann skilur ekki hvernig á að gera áhugaverða karaktera. Varstu búin að heyra söguna bak við hvernig hann skapaði þennan Batman? Nei, held ekki. Hugmyndin var byggt á Teddy Roosevelt, forseta Bandaríkjanna. Hann byggði hann Bruce Wayne á honum? Já, af því að hugmyndin var, þú ert með mann sem að missir allt og þarf að búa til nýja útgáfa sjálfum sér sem getur höndlað heiminn. Teddy Roosevelt, þegar hann fæddist, var hann fárveikur alltaf, hann var með astma og hann var alltaf veikur, hann gat aldrei gert neitt. Ég held að hann misti pappa sinna ungur og misti mömmu sinna ungur, misti konuna sína, misti son sinn. Var hann ekki hjólastólið? Nei, það var Franklin Roosevelt, Franklins. En Teddy Roosevelt, einn daginn, þá fer hann veikur maður bara út í eitthvað eyðimörk, út í eitthvað skóðna. Og hann horfinn held ég einn dag og síðan kemur hann aftur og þetta bara annar maður sem mætir. Hann fer þarna út til þess annarkvort að deyja eða til að lifna við þessi nýr maður. Og þar kemur Teddy Roosevelt sem að fór bara til Panama og skar heimsálfuna í tvennt til þess að skipin getur siglt á milli. Það svona stóri nýji karakterin sem hann bjóð til fyrir sjálfan sig og það hugmyndin með Bruce Wayne. Það sem að hann fer og leifir sjálfum sér breytast og kemur aftur sem útgáfan sem hann þarf að vera til að gera það sem hann þarf að gera. Vá, þetta áhugavert maður, ég hafði gert það. Þetta mjög áhugavert. En eins og með, þið töluðu sem Gary Oldman, ef við tölum Gary Oldman, sem Gordon, þetta bara brilliant leikari. Gary Goldman. Sagði ég Gary Goldman? Nei. Gary Oldman, hann svo brilliant sem Gordon. Já, þetta líka bara, Myndu þið segja að vera ómissandi partur af þessum 3 myndum? Já. Hann líka, þetta áhugavert að hann sé þarna, Gary Oldman á þessum punkti, hann gæinn sem þú færð þegar þú vilt fá vondankall sem öskrar mikið. Já. Og hann góður í því, ekki miskila mig, en Nolan sér hann og hugsa, nei, veistu, ég þarf að mann með mjög blíð og góð augu, eitthvað svona góða sál sem að reyna að vera góður maður í slæmum heimi. Ég ætla að fá Gary Oldman. En hann bara svo góður leik. Hann svo góður. Ég veit að hann líka bara, alveg eins og J.K. Simmons, hann bara lukkar, bara þú hugsar Gordon og hugsar Gary Oldman. Ég meina þú sérð hann í búningu öllu. Þetta bara... Já, líka hann með það sem við hefum gefið nafnið Blu-ray-augu. Já, það er litla ljósið sem kemur í augu, eins og þegar hann setur jakka sinn yfir litla Bruce Wayne, hey, it's gonna be alright, kid. We caught the guy. Þú lítur í augun á honum, það svo mikil blíð sálarna á bakvið. En svo getur hann leikið Dracula, gæjan í Leon, psycho-morðingja. I love Mozart. Hann æðislegur í Hannibal. Það ekki geðveik mynd, en hann ógeðslega góður sem Mason Verger í henni. Já, hann alltaf óþekkjanlegur eiginlega. En sko, þetta líka svo skemmtilegt stílbrot af því þú ert með Liam Neeson sem svona aðeins þekktari fyrir að vera góði gæi. Það svo geggja casting líka. En þú ert með svona, þú getur ímyndað þetta öfugt. Ójá. Að Liam Neeson var í Gordon og Oldman. Oldman myndi klárlega virka sem Ra's al Ghul. En það hefur verið meira boring.
það hefði verið, já, það virkar ekki jafn vel. Nei, það er aðeins svo típist. Þú þarft þetta intensity sem Neeson bringar það og líka Neeson hann eiginlega svona meira presence en Oldman, þú veist, þegar þú mætir honum á gangi, fattar við? Af því að hann er 2 metrar Ég held líka sér tölur stærri og svona. En líka ég elska bara hvað hann þarf aldrei að vera að hækka rómin í sér til að vera Neeson. Intense, já. Það er líka partlega virkar að því að þeir sitja upp þegar þeir berjast í þjálfuninni, Neeson vinnur alltaf. Þannig að það þarf ekki þú þarft ekki að sýna Neeson sem einhvern algjör að nagla, það er búið að því. Já. Þú veist hann nagla. Já, þú veist alveg að Bruce Wayne getur ekki unnið þennan gæja. Þú ert búin að sjá það. Já. Hvað var það? You sacrificed sure footing for an easy victory. Já. Slæri ísun og hann brotnar. Bara, you dumbass. En þá verður það að tala um einn leikara sem við ekki neitt nefnt. Það er Katie Holmes. Já. Það er Katie Holmes. Hvernig fannst ykkur hún verið í þessari mynd? Hún er fín. Fannst ykkur hún vera á par við, hún er alveg að leika með þungavíkta leikurum. Já. Hún alltaf, I don't know, mér finnst hún er góð með Bale, hún er góð með Murphy. Já, sko, ég veit ekki, mér finnst hún betri en Maggie Gyllenhaal. Finnst hún betri leikuna eða bara betri sem mynd versus... Betri sem Rachel. Ok. Af því að, þetta fer aftur í að reyna að vera góð manneskja í þessum slæma heimi. Katie Holmes virkar meira sem svona manneskja, svona idealistic, svona já, við getum gert það góða. Maggie Gyllenhaal, hún virkar aðeins bitrari. Ég veit ekki hvort það sé bara að því að hún er með svona aðeins augun hennar virkar svolítið svona aðeins sorglegri. En fannst ykkur sárt þegar hún var ekki í Dark Knight? Ég hefði frekar viljað fá hana, en mér finnst það hlýtur að vera eitthvað leikona sem að hefði virkað betur en Katie Holmes, finnst mér. En hún er fín í myndinni, það er ekki að performance. Það er eitt moment í Batman Begins sem ég elska og fær ekki nóg mikið svona, það er svo mikið núans í þessu þótt þetta er lág atrið, en það er þegar Batman er að bjarga Rachel að því að það er búið að eitra fyrir henni og hann er talandi við hana í bílnum en hann er ekki að nota Batman-röddina. Hann getur það ekki í kringum hana. Þú veist, hann gera það svona fyrst smá, bara svona just hold on og síðan bara Rachel! Og þá er bara Bruce Wayne-röddin. Bara gríman er bara figuratively dottin af. Mér finnst það að því þetta er æsku vinkonans og allt þá ég bara svona váka þetta er fallegt lítið moment. Þetta er bara svona, ég elska svona hluta. Hefurðu frekar viljað fá, heldur að Jennifer Connelly hefði getið gert það betur? Já, hún er gyðja, sko. Elska Jennifer Connelly. Ég er að reyna að finna einhverja svona leikonu sem ég held að hefði... Á þessum tíma? Já. Mér dettur enginn beint í hug, sko. Nei. En ég bara tengi alltaf, þetta er ekki Katie Holmes að kenna. Nei. Ég tengi hann alltaf bara við. Tom Cruise og Vísindakirkjuna og... Nei. Við Dawson's Creek. Já. Heldur segja. Þetta eru svona úlinga sjónvarpsþættir og þá einhvern veginn, ég var alltaf einhvern veginn pínar með að taka hann alvarlega. Skiljið hvað við? Já. Kemur úr eitthvað svona úlinga, léttmeti, eitthvað sápu. Svo hún er alltaf að leika þetta með, eins og ég segi, þetta er ekki bara góðu leikarar, hún er að leika með þungavíkta leikurum. Þetta er svolítið eins og ef maður myndi sjá David Schwimmer á einhver staðar. Svona... maður er bara svona smá, ok. Já, þetta er skrítið, en það sem ég elska við approachan Nolans á þennan heim og Batman og allt það, er eins og ég nefndi áðan, hann gerði hverja einustu mynd sem bara svona one and done. Ertu ekki með vasklas? Nei, það var að leita mér að kaffi. Já, meira kaffi það? Já, höldum bara áfram. Nei, þú þurftir að fylla á vasstangin, en ég nenni því ekki. Nei, en hann gerði, hver einastu mynd átti bara að vera one and done, og bara fara í kaffi mitt. Já, hann gerði það, sem mér finnst það mjög gott. Og það er svo skemmtilegt að því það er karakter sem Rachel á samræðu við í myndinni, sem átti að vera Harvey Dent, en hann endaði ekki vera hana, því hann, Nolan sagði, ég vil ekki hafa Harvey Dent hana bara sem okkar cameo. Harvey Dent er uppáhalds viljuna, segði ekki? Jú. Og það sést. Og hann hefði ekki drepið hann ef að, hann hefði vitað að hann fengið þriðju myndina. Ég hefði bara viljað að Harvey Dent hefði fengið sína eigin mynd. Hann fær hana, hún heitir The Dark Knight. Já. En finnst hann að vera það mikið í Dark Knight? Hann er hjartað í myndinni. Ég myndi segja að, það væri auðveldara að skera Jokerinn úr myndinni en það væri að skera Two-Face. Þetta er Two-Face myndin. Ok, en erum við þá að fara að tala um The Dark Knight núna? Ætlaðu að gefa eitthvað meiri Batman Begins? Erum við að fara í Dark Knight? Nokkur hlutur viðbót, bara mjög fljótlega. Scarecrow, þetta er æðislegur villan. Fyrsta lagi planið,
they're poisoning the water supply. Já. Þetta æðislegt. Þetta bara beint úr teiknumyndu. Það er að eitra vatninu einhvern veginn. Ég elska líka visualið, bara þegar allir eru svona Já, ég elska það sérstaklega þegar Batman snýr þessu við á hann, sem by the way, second encounter, Batman er maður sem lærir. Já. Það er rosalega fallegt að sjá það, hann lendir ekki í sömu mistökum tvisvar þarna. Það er einu sem notaði þetta á hann, við seinna sinn þá notar hann þetta. Að sjá hann, þessi leðja úsa úr munnunum á honum, þetta er ógeðslegt. Þetta er ekki einu svona CGI, þetta er búningur. Hvernig? Ég veit það ekki. Var það make-up? Þetta er búningur. Þetta er búningur. Sér hannaður fyrir bara þetta skot. Þetta 2 sekúndna skot. Verður hann ekki svona alveg svartur? Það er svona dökkgrár. Já, hann verður svona eins og tjara. Já, alveg. Og ég var mjög hræddur við þetta atriði sem krakki, sko. Síðan er atriðið þar sem Scarecrow er á hestunum. Já. Það er beint úr Long Halloween, held ég. Er hann ekki á hestbaki þar líka? Jú. Ég minni það. Hann var þetta miklum áhrifum á Long Halloween. Já, og ef við ætlum að tala um Year One, þar kemur líka partur starfndla Salvatore Maroni og Carmine Falcone, en það er líka mjög sérstaklega endirinn á Year One, sem ég held að sé mikilvægasti parturinn sem Nolan tók í burtu, sem var að þú ert með Gordon sem vinnur innan lagana, þú ert með Batman sem vinnur utan lagana, og þetta eru 2 menn sem átta sig á því að hvorugur getur bjarga borginni einir. Þú þarft skítugar hendur til að gera skítugt verk, og það er mjög falleg svona callback í Rises, þar sem að Gordon segir einmitt það við hann við Blake, að ég var mjög heppinn að hafa mann sem var tilbúin að gera skítugur hlutina fyrir mig. Þetta er mjög svona cool. Hann segir það í Rises. Já. I hope you'll have a friend like I did. Já. En þetta er mjög svona kúreka hugmynd, þar sem að þú ert með fólkið býr sér til lítið samfélag og í samfélaginu þá eru allir vinir og það virkar allt saman, en síðan koma útlagarnir inn í bæinn og þeir skemma hlutina og stofnarinnar í borginni, þeir get ekki bjarga borginni. Ég ráð ekki við þetta. Já, þetta er klassísk saga. Þetta er klassísk saga, þetta er mjög kúreka saga. Þú ert með Shane, þetta er mjög vel séð þar sem að, er þetta ekki eitthvað svona kúaþjófari eða eitthvað koma þarna, en þetta er í The Searchers, þetta er í True Grit, High Noon líka. High Noon, þetta er alltaf, borgin sjálf getur ekki bjarga sér, svo það er leita til eitthvað svona outsiders, eitthvað svona gæi sem býr fyrir utan borgina. Magnificent Seven. Unforgiven. John Wayne í The Searchers, Rooster Cogburn, Shane sjálfur, Batman, þetta er alltaf, þessi gæi, hann er ekki vondur maður, en þetta er maður sem að, eða menn, Magnificent Seven, sem þú getur aldrei haft í friðartímum. Og þú kallar á þá þegar allt annað er búið að klikka og þeir koma og þeir bjarga til málunum. En leið þeir eru búnir að því, þá allt í einu byrja fólki í borgun að spyrja sig, af hverju þurfum við að hafa þennan mann hérna? Af því að drekarnir eru dánir. Þeir eru búnir að drepa drekana og fyrst þú sérð ekki lengur drekana, þá áttar þau ekki lengur á því af hverju þessi maður er þarna. Og það er mjög auðvelt að segja að við þurfum ekki Batman þegar Batman er búinn að setja alla mennina í fangelsi. En leið og hann er farinn, þá allt í einu er allar pressurnar sem hann hélt í burtu, þá byrja að mæta aftur í skuggunum. Og það tekur kannski nokkur ár fyrir þau að taka aftur yfir, en þú þarft, og það er svolítið sem gerist í Rises. Það er það sem gerist í Rises. Og þetta er svo falleg hugmynd sem Nolan þræðir í gegnum þetta. Já, og allar myndirnar voru hannaðar sem stand-alones, hann vissi aldrei að hann var að fara að fá framhaldinn, en hann náði einhvern veginn að segja þessa sögur rosalega fallega. Og mér finnst það að vera alveg magnað. Þetta var, já, geðveik útskýring hjá þér á þessu. Batman Begins, ef að fara verið í Dark Knight? Já, er eitthvað meira sem við getum sagt eftir þetta? Nei, við getum bara enda þátt. Nei, líka, það er hægt að segja bara svona þetta ekki að litlundum. Bara, græjurnar eru skemmtilegar, tónlistin er brjáluð. Já, hún verður ennþá betri. Það er æðislegt, uppáhaldsatriði mitt í ofurhetjumyndum er þegar hann er að búa til græjurnar. Þetta er gaman í Iron Man þegar hann er að búa til Iron Man 1 þegar hann er að búa til búningin. Þetta er gaman í Batman þegar hann er að sanka saman að sér öllum mismunandi græjunum og er að búa til búningin. Ég skil ekki akkur er þetta ekki í öllum ofurhetjumyndum.
Það er líka. Hvað þetta þú fara að sjá þær græja sig? Já, mér finnst það að vera skemmtilegast í parturinn. Ég veit ekki að hverju. Sorry, ég er ekki að hlaða þessi. Ég var bara munið að finna skoti í þessari mynd. Í Begins? Já, þegar Alfred lemur gæja með golfkilfunni. Þegar húsi brennur? Já. I hope you're not a member of the fire brigade. Þetta er bara svo fyndið skot. Hann bara kemur aftan á með golfkilfu. Og Michael Caine í Batman Begins, hann er svo góður. Æðislegur. Hann er líka með hlýju augun. You still haven't given up on me? Never. Og maður bara það er geggja. Hjartastrenginir sko. Bara okkur ekki afi minn. Já, ég er með svolítið interesting áður fyrir mig í Dark Knight. Hann afið þinn? Er það áhugaverður hlutur sem allar að segja okkur? Já, Michael Caine er afi minn. Já, þú hefur alltaf aldrei hitt hann. Ok, hvað er þessu? Ég horfa á þessa myndir ekki í chronological order þegar ég tek þrýleikinn. No. Ég horfa á Dark Knight Rises og enda á Begins. Af hverju það? Að því endurinn er svo perfect að Batman Begins, þá svona lúpar þetta svona on itself, þá ertu búin að sjá hrun Batmans og endurkomans, síðan fær maður aftur í byrjununa og síðan fær maður að sjá Joker-spjaldið og svona, þetta er svo flottur endur, maður er samt svona, þetta er að fara að vera svo mikil súpa fyrir hana mannmaður. En þú endar á Begins? Já. Mér finnst það ideal leiðin til að horfa á þessa myndir, að því þú ert búin að fá svona mikið svona the myth af Batman, hver hann er og svona í gegnum Dark Knight og Dark Knight Rises, en síðan er svo gaman að fara aftur og horfa á svona grunninn af þessum karakter sérstaklega og svona, og hún verður svona, það verður þetta svona skítugra, fattar við, bara Gotham er allt í orðin ógeðsleg og búningurinn er orðin, þú veist, hann er bara villidýr og fear toxin og svona comic book plottið með vatnið, ég elska að enda á Batman Begins og líka, mér finnst þú bara að hafa flottast endurinn. Sáuð þið eitthvað tímann Gotham Knight teiknumyndina? Já. Ok, Nei, held ekki. Ok, við þurfum ekki að tala um hana. Hún er non-canon. Þetta er animated mynd, svona 6 stuttmyndir. Já, það var svona companion piece. Já, þær voru settar í þessum heimi og þær eru margar mjög góðar. Ég mæli sterklega með þessari mynd. Þetta eru allir sögurnar í mismunandi teiknistíl. Já, alveg. Það var ekki eitthvað svona anime-dót og eitthvað líka? Jú. Hérna, við þurfum ekki að tala um þetta, að þetta, Nolan held ég hafi ekki haft neitt með þetta að gera, en þetta er rosalega gott. Sérstaklega, hérna, Killer Croc Scarecrow-sagan. Ég held ég aldrei séð þetta. Ég þarf að tjekka þessu. Þetta er mjög gott. Ok. Bara, já, með Batman Begins, ég elska enda á henni bara út af hvernig hún endar hérna. Ég elska enda söguna á þessum karakter með I never said thank you and you'll never have to, að því við erum búin að sjá allt sem hann gerir seinna meir fyrir borgina. Það er góð punktur. Ég mæli með að horfa á, ef þú tekur þrýlíkinn einhvern tíma á næstinu, prófaðu þessa röð og segðu mig hvað þið finnst. Það er bara... Já, ég bara hættur eitthvað svo erfitt með að fara í 2, 3 og svo 1. Já, en þær eru svo stand-alone. Já, ég veit það. Bara eitthvað OCD í mér, bara ekki verða að fara 1, 2 og svo 3. Förum við Dark Knight. Ok, núna eru við komnir í the good stuff. Þetta er alltaf bara risamynd, einn stærsta mynd, sko, mánum með bók. Ég er að glósa aðeins niður, haldið áfram að spjalla. Er það Batman tengt það? Já, þetta er fyrir þetta, ég ætla bara að muni þetta eftir. Já, ok. Tölum Rises. Þetta er fyrsti maður sem hefur glósað í podcastum í fíla. Ok, með Dark Knight, risamynd, kemur út 3 ára setna og með hvernig Batman Begins endaði, alltaf vildu fleiri fá meira. Ég vil fá aðra Nolan-mynd og Nolan bara, já, kýlum á þetta, kemur þá með Joker og það var alveg, það var press á kallinum. Jack Nicholson í huga margra var búin að eigna sér þetta hlutverk. Joker, ég ólst upp við hann. Þegar ég heyri fyrst að Heath Ledger ætti að leika Joker, ég var bara eitthvað, hvaða 10 things I hate about you gaurinn? Mér fannst það hræðilegt tilhugsun. Þetta er þvæla á blaði, sko. Ég hugsaði með mig, ég er ekki að tjóka, ég man eftir þessu. Bara hvað er Nolan að spá? Svo fekk maður þess að mynda á honum. Ég bara svona, ok, með hana örið, Chelsea Smile, hann að það kallast. Og svo sá maður trailerinn. Heyrði röddina svona og ég var bara, ok. Svo fór maður að heyra mitt, Gary Oldman að tala um að Heath Ledger er að gera eitthvað fáralega cool með Joker. Og var hann spenntur. Svo sé hann alltaf Dark Knight og bara blown away. Líka því að þú sást trailerina, þú sást ekki alltaf söguna. Nolan mega það, í flestum myndum sem hann gerir, trailerarnir, þú færði ekkert beat for beat alla söguna eins og oft gerist í trailerum. Sá Dark Knight, ég fekk nett taugafall, ég talaði í podcastinu, ekki taugafall, þetta var svo spennufall. Ég var búin að svo spenntu fyrir henni,
ég kom bara til bíóinu, bara shit, þessi mynd var miklu betur en ég held, bara, það var bara geðveikt. Þannig að spyrja ykkur, byrjum við Þóri, hvernig var þín upplifun að sjá Dark Knight í fyrst skipti? Ég náði því miður ekki að sjá hann í bíó. Þú sást hann ekki í bíó? Nei, því bíóið var ekki komið aftur til Eyja og ég var náttúrulega ekkert að flakka upp á landin sem ég gerði. Mamma mín fór á hann í bíó, sofnaði yfir henni. Guðlast. Ég er ekki að djóka, mamma sofnar yfir öllum myndum. Já, ok, þannig það er ekkert að marka það. Nei, hún kveikir á myndum til að sofna, sko. Fékk pappið henni ekki lúnabólgu eða eitthvað að horfa á Man of Steel? Og ég segja þá sögur bara, fyrst að það er búið að minnast á þetta. Já. Ekki lúnabólgan, þetta er uppáhalds movie-going saga mín ever. Það var engin, pabbi minn er ekki filmbuff. Hann er ekki að deyja yfir myndum. Uppáhaldsmyndina er Heat samt. Góð smekk, allavega. Já, hann veit alveg, og hann elskar Starship Troopers og svona, hann sér náttúrulega Starship Troopers ekki sem satíra, hann sér þetta bara sem svona graut bara, hann elskar hana samt. Er hann Paul Verhoeven maður? Nei, alls ekki, hann pælir ekki satírun, hann bara svona, þetta er bara gæðar skjóta í þessar pöttur, sér þetta skemmtilegt. Er hann fasisti? Nei, eins og hann sér þetta bara sem bara svona sci-fi vittleysu. Já, ég skil, ok. Hann er ekkert að spá í satírun, en það var engin non-nördi á Íslandi spenntari fyrir Man of Steel en pabbi minn. Af því hann er 6 ára eða eitthvað þegar hann sér Superman. Af því hann alltaf sá hann ekki í bíó þegar hann var krakki. Hann er 4 ára þegar hann kemur út, en hann sér hann að sem krakki og svo sér hann Superman. Hann elskaði Christopher Reeve. Hann elskaði gömlu Superman-myndar, gerir það ennþá. Og vorum í útilegu og við vorum hann var að tala við vinn sem við erum að fara á Man of Steel í bíó og morgun maður, ég get ekki beðið pældi það er verið að endurgera gömlu Superman-myndina Zotur mynd nummer 2 er vondikæn þetta er gömlu sögurnar sem við elskum sem krakkar með öllum sem brjáluðu tæknibrellu mynd þetta verður svo geggjað og ég var svona, vá, ég er að sjá pappa minn að deyja úr spenningi mynd ég bara sé það einu sinni eftir það og það var þegar Creed var að koma út en hann er aldrei að deyja yfir að sjá myndir hann sá A Quiet Place í bíó, það var því hún var í bíó og mér langaði að sjá hana, hann elskaði A Quiet Place, en hérna, svo förum við á Man of Steel og hún byrjar á þessu bombastic sequence á Krypton og þetta er svo mikil súpa af upptöku þessi mynd að því, þetta, Zack Snyder er ekki Zack Snyder í þessari mynd, hún er rosalega svona withdrawn, það er ekkert svona Snyder stílbrotin að það nefn á Krypton, en ég er að sjá pappa minn horfa á þessa mynd. Sorry, má ég geta síðan sömbukökuna? Já, gjör svo. Og hérna, hann var, og ég leit til hliður og ég er að sjá pappa minn horfa á þessa myndu, þetta var hérna, ég held að þetta var í First Flight eða eitthvað, það var rétt fyrir hérna hlið og hann er svona, með svona einhvern svip á sig, hann er ekki, myndin er of mikið fyrir hann, síðan kemur hlið, hann stendur upp og við erum öll fjölskyldan á myndinni, það er ég, mamma, pappi og bróður minn, en systir minn var endar ekki hana, og stelpa sem ég var að, eða vinkonu minn sem ég var að hitta á tímabili. Pabbi stendur upp í hlénu og segir ég held að sé að vera veikur og labbaður út af salum, kom ekki aftur Ekki var hann veikur út af myndinni? Myndin fór eitthvað illa í hann hann fekk hausverk við að horfa á þessa mynd hann fór út í bíl til að leggja sig sko. Hann var að deyja í hausnum Þið kláraði myndin og hann beið bara hann fór út í bíl til að leggja sig þetta var of mikil mynd hann er ekki klárað hann síðan. Mér svo fyndi að Máni sagði að fekk hann ekki lúna. Hann var alveg aggressively veikur í smástund, sko. Það var bara eins og maðurinn væri að deyja. Ok, en Dark Knight. Já. Sko, ég sá hana, ég fekk hendar svona, ég leið hann á DFD. Þegar það var ennþá thing. Og við áttum svo stórt sjónvarp inn í stofu og ég horfði á hana. Ég var ekki búin að sjá trailer, ég faldi mig alveg vel frá þessari mynd. Að því, ég náði ekki að sjá hann í bíó, þannig ég bara að fela mig frá internetinu og fela mig frá öllum svona fjölmiðlum og ég var bara svona, þegar einhver talaði hana, það var bara hendur fyrir eyrun, fattaru? Ég horfa á hann með vinum minnum Rúnari og ég var genuinely blown away. Bara, ég hafði aldrei upplifað annað eins fyrir utan, Spider-Man 2. En það er rushið sem Dark Knight gefur manni, þetta er ógeðslega vel hönnuð saga, hún er svo viscerally í sínu approachi, allir leikarnir eru geggjaðir, upptakan og hvernig, kvikmyndagerðin er komin upp í eitthvað annað stig, Batman Begins er vel gerð, en quality munur kvikmyndagerðamannsins frá Nolan í þessari mynd er bara... Hún normaliseði IMAX, hún er blockbustera. Já, og ég held að þegar trukkurinn flippaði, það var svo gott sound system, þegar það gerist, ég held að kjálki minn datt í gólfið, ég bara, og ég sagði bara upp átt, vá, fattaru. Hann líka að gera þetta inn kamera.
og það var svo mikið, eins og það svona litlu hlutinir sem svona kveikir í rótunum á nördanum í mann, eins og þegar Batman að skoða með sónar og hann komið með hvítu augun og hann að glæta og sprangandi í Hong Kong og eitthvað, þetta svona, hún svo rosalega comic book, en hún samt svo grounded, hún einhvern veginn perfectly balanced þetta, því hún aldrei silly, en veistu hvað mér finnst fólk ekki tala eitt við Dark Knight, hún fyndin. Hún ógeðslega fyndin. Alveg bara dialogin í þessari mynd snild. Ég meina, Joker fyndin. Já, en ég meina allir hinni karakterir, Alfred fyndin í þessari mynd, Bruce Wayne quippy. Eins og þegar Alfred segir við hann eitthvað, nei, Bruce Wayne segir við hann, ég ætla að segja það verið þín hugmynd. Já. Það fyndi exchange á þeim. Maður pælir, því að þetta eru tveir gæjar sem eru í kringu hvort annað því þeir líka við hvort annað. Já, þú lætur örugglega handtaka mig með þér. Með mér, ég ætla að segja öllum þetta á þín hugmynd. Þetta fyndið. Já, bara þeir allir, það hellinga svona quippy dialogs í þessari mynd og öll dómstólaatriðin. Oh my god, það svo gott, það var upp á okkar, þessar litlu senur þjóðir, eins og þegar Harvey Dent á dómstól, þegar hann að tala við gæjan og hann að segja ég með statement frá þér að þessi maður, Salvatore Maroni, nýji höfuðpörun í Falcone crime-fjölskyldunni og gæjinn kemur bara, Maroni, he's a fall guy, I'm the brains of the organization og allir í salnum fara að ég elska þessa fyrir þetta svona, hvað þessi karakter en þetta sér alveg svo allt í einu, hostile, I'll show you hostile og við fórum biss á hann, þetta svo Harvey tekur hann að hafa hann og ekki og séðan bara, but your honor, I'm not done og þetta svo perfect introduction á Harvey Dent og ef við ætlum að tala það það tala allir hvað Ledger góður en Aaron Eckhart sem Harvey Dent og Two-Face hann æðislega þetta next level hvarf bara þessum mynd hvarf hann ekki bara svolítið þessum mynd jú en ég ekki að líta hans framistöðu það sorgleita því hann frábær í þessum mynd hann rosalega, hann er nánast með besta performance en málið bara Ledger þetta er svona once in a generation performance. Framista og það skyggja alltaf bara allt. Já, líka bara, þú veist, sárt að missa hann mann. Já, hann fekk ekki svona sjá hvað fólki fannst. Þetta er alveg bara, ef hann hefði lifað, þetta væri besti leikari í okkar tíma. Já. Bara klárlega. Mikið synd maður. Þetta er svo sárt að því Nolan sagði líka bara það hóla í kvikmyndaheiminum eftir að Ledger fer að því hann svo fucking góðu leikari eða var, að því þú veist, þú lítur á myndirnar hans pre-Joker og þú hugsa bara, þetta aldrei sami maðurinn, hvert einasta performance frá þessu manni genuine og eitthvað nýtt, þú sérð aldrei leikaran. Þú veist, þú lítur á myndinu svo 10 Things I Hate About You, þú sér Brokeback Mountain, þú sér frábær henni. Ekki Brotherhood of the Wall, Brothers Grimm. Já, og svo líka Monsters Ball og Má ég bara gleyma var í henni. Hann var löggan. Alveg rétt. Og líka Daniel Day-Lewis fór að leika aftur eftir hann sá Ledger leika í Monsters Ball og Brokeback Mountain. Sagði Daniel Day-Lewis það? Hann heiðraði Heath Ledger þegar hann fekk velum fyrir There Will Be Blood. Alveg rétt. Mér finnst það svo fallið, af því þetta ekki Daniel Day-Lewis að biðja einhverja athygli. Af því Day-Lewis vill ekki athygli. Þetta bara eitt kongur til annars kongs. Já. Og þetta performance líka sko að þú horfir á viðtöl við Ledger, hann svo mikill og hann svo dimmrættaður, hann með ástralska hreiminn og síðan horfir á hann sem Jokerinn og hugsa bara fuck off, þetta er eitthvað annað fyrirbæri sko. Ég man aldrei eftir að hafa séð mann hverfa svona inn í karakter. Nei, þetta alveg spooky sko, þetta alveg bara eitt besta performance einhver tímann sett í bíómynd. Mér varst ég aldrei að horfa á Ledger, ég var bara að horfa á Joker. Já, Ledger ekki þarna. Það ótrúlegt, þó að sé náttúrulega með make-up og svona, ég bara í augunum hans og allt, ég bara sé ekki Ledger. Það ekki hint af manninum. Nei, það stutt sinni að horfa á Brokeback Mountain aftur. Já. Þetta bara þetta ekki sami maður. Nei. Þetta ekki sami maður sem leikur í Brokeback og svo í Dark Knight. Þetta eins og Máni sagði, þetta once in a generation sko. Þetta bara performance sem við munum aldrei sjá aftur og þetta verður aldrei toppað. Ég held bara... Meinar bara sem leikframist eða sem eitthvað sem að leika Joker eða? Bara, ég get ekki sagt að ég séð betri framistöðu hjá leikara síðan þetta en það er náttúrulega til margaðar sturlaðar performances en ef við erum að tala live action Joker, þetta verður aldrei toppað. Nei. Aldrei. Það verður erfitt.
En það svo fyndið, hann svo, mér finnst hann svo sárt þegar fólk tala Dark Knight og segir bara að hún bara góð út af jókanum. Ég alls ekki sammála því. En það eru mjög margir sem segja þetta. Bara internetið bara búið að sannfæra sig sjálft að það málið. Já, þetta sagan fólk sagði að Dark Knight hefði bara verið svona vinsæl af því að Heath Ledger dó, sem bara algjört kjaftaði. Af því að Heath Ledger ekki í Dark Knight Rises og Rises var vinsællega en Dark Knight. Já. Þetta bara word of mouth og Batman Begins, af því það fólk sem sá Batman Begins og DFT fór á Dark Knight í bíó. Og alltaf markasetning var brilliant, Why So Serious dótið og allt það, kom með Jokerinn aftur. Það sem hjálpaði þessari mynd og þetta bara frábær bíómynd. Já, þetta bara rosalega góð mynd. Já, eins og Máni sagðan, ef þú gerir góða svona mynd, þá komum við mætum við líka, þú getur í rauninni skorið út að þetta Batman, að þetta Jokerinn, þetta bara það góð mynd on its own, handriðslega séð, þú veist, þetta getur bara verið einhverju ofurnjósnari, þetta geti alveg eins að vera fucking James Bond mynd, fattar þú? Ég meina, hann var, eins og þið vitið, undir miklum áhrifum frá Heat, Michael Mann áhrifum. Já, hvernig fannst pappa þínu Dark Knight? Og hann elskar Dark Knight. Já, ok, af því að þú sagði Heatur upp á smittans. Já, það ekkert frábrugðu, sko, hann elskar Dark Knight. Það sem mér finnst líka svo magna við Dark Knight að þetta ofurhetju mynd, en þetta líka, hún það góð að fólk sem fílar ekki ofurhetju myndir fílar Dark Knight. Já, en það þetta bara svona, stundum með maður svona 50-50, á maður kalla þetta superhero mynd, þetta bara crime thriller? Þú veist, Dark Knight betri mynd en Batman Begins, en Batman Begins betri Batman mynd. Samt parameterinn. Og finnst það því að þeir fókusa meira á Batman í Batman Begins, eða finnst það að vera meira comic book-leg? Bara svona meira kjarnin á karakternum og bara svona aesthetically og þetta fer bara meira í svona, já, það svona meira Batman-vibe í henni. Gæti Batman verið bara lögga í Dark Knight? Þannig það? Ekki alveg lögga, en hann... Eitthvað vigilante bara, það ekki nefnilega Batman. Já, það meira quintessential Batman mynd, Batman Begins. Ef þú horfir á Dark Knight, ef þú hefur aldrei séð Batman eða neitt tengt honum áður, Batman Begins gefur þér mikið betri ímynd hvað Batman en Dark Knight gerir. Fyrir utan alltaf endurinn, það bara pjúra Batman. Í Dark Knight? Já. En Aaron Eckhart, þú varst að tala hann, sem Two-Face. Hann fékk hlutverkið náttúrulega úr Thank You for Smoking, þar sem hann lítur út eins og sígaretta í þeirri mynd. Ég var ekki að því. Ég var með það góður í henni. Hann mjög góður í henni. Hann góður leikari. Katie Holmes var í henni. Thank You for Smoking. Vá, ég var búin að glemma þetta. Fyndir það tenging. En, við töluðum það, sko, því þú talaður hvernig Harvey Dent var hann, en The Dark Knight myndin hans Harvey Dent. Eina sem eins og ég sagði það, Ledger svo svakalega stór, hann svo stór og hann svo skert ljós í þessari mynd. Og ég meina, hversu lengi hann Two-Face? Hálftíma? Það. Já. Eitthvað svoleiðis. Í mynd sem hún rúmið 2 tímar. Hún hvað, 2:45? Já, hún er löng. Já, hún mjög löng. Þegar ég segi ég vil að Two-Face hef ekki heila bíómynd, þá ég að tala líka Two-Face, ekki bara Dent. En mér finnst þetta svo skemmtilegt approach á þessum karakter að því þetta Killing Joke og Long Halloween. Þetta þú veist, bara einn slæmur dagur bara gerir mann klikkaðan og gerir saklausan mann klikkaðan og í staðan fyrir að hafa það vera Jokerinn og hafa það vera Jokerinn að reyna influensa Gordon til að missa vitið, mér er svo skemmtilegt að hafa það vera Harvey Dent. Mér finnst það svo snildar approach á hvernig þessi saga sögð, sko. Og ég elska bara svona visual language í kringum Harvey Dent eins og þarna þegar hann að ögra gæjanum þarna með peninum á göttunni og það svona skuggarnir í andlitinu hans fara svona hérna yfir, þetta svo svona quality fucking filmmaking, en líka kastið í þessar mynd bara on fire. Já, sammála. En svo Gary Oldman, þetta bara performance of a lifetime, again, á þakin í endan, augun maður, og líka ég elskaði leiðunum að vera svona, með svona Hollywood ljótuna, þegar hann að garga hérna, I was trying to fight them up, og þegar hann segir, I'm sorry for everything, og hann slefur, og það svona slef í skeggin hans, fattaru. Þetta svona, það ekkert verið að þrífa þetta. Nei, það bara ampaðis upp í Blu-rayinu. Já, þetta bara ekta. Já, og þetta líka augun, manstu þegar When you enunciate, you spit. Já, í Friends. Ég bara að sagði Gary Oldman þetta. Já, í Friends. En það líka, ég elska þegar þú sérð ljósið í augunum hans Gordon, þessi dásamlega fallegu Blu-ray augu, þegar ljósið deyr. Þegar Harvey Dent skýtur Batman, þú bara slöknar á andlitin hans, Gary Oldmans, þetta bara En það líka, það rosalega atrið. Þetta bara eitt mest tense atrið sem þú finnur í bíómynd. Þetta atrið og þessi mynd fullkomlega mitt passar í þess að við vorum að tala þar sem að
Batman the Outsider, nú ertu komið með Harvey the Insider og þú sérð, kerfið getur bjargað sér sjálft núna. Ég get farið í burtu og það planið hans Batmans, hann ætla bara að hætta. Ég er búinn, Harvey getur núna tekið við, en nei, Jókerinn kemur og sýnir þér, nei, kerfið getur ekki bjargað sér sjálft, sama hvað þú reynir. Og ekki bara getur ekki bjargað sér sjálft, ég ætla að skemma það, þannig að bjargvættur innra kerfisins, hann verður verri. Ég ætla að skemma bjargvættin ykkar. Bara innanfrá í rauninni. Já, bara að því ég get það. Hann talar að sko eyðileggja sál Gothams. Yeah. Og þess vegna það svo æðislegt í endanum þegar Batman tekur á sig sökina. Að því að bara, nei, þú farið ekki að gera. Það svo cool endir maður. Já, endir. Það bara tónlistin í þessari sinni líka fucking, hún svo emotional, en ég líka elska sko, það eru svona momentin sem maður hugsa bara svona já-momentin, bara svona já. Þú veist, þegar maður svona sammóla myndinni og ég fæ þetta bara svona, það töggar í svona heartstringarna mín og þegar Batman hlaupandi, tekur á sig sökina og krakkinn á skórdan bara Batman, þú veist, kallandi eftir og maður sé Batman hverfa og maður bara svona og tónlistin og þetta er svo hjartnæmt atrið og bara svona og performance hans Gordon, ég elska voice-overið hans, þetta er svo fucking þegar tónlistin kikkar inn, so we'll hunt him og maður ég veit það, because he can take it apparently var Gary Oldman að fucking frosna þegar hann var að taka upp þetta það var svo kallt úti Nei, hvað það? Hann segir viðtalið, I was freezing my nuts off Hvað best aðrið í Dark Knight? Endirinn? Já Þetta er bara Þegar ég segi endirinn, þú veist, eru þið bara að tala ef við getum tekið allt frá endanum þar sem hann skýtur Batman út þá segir það, annars það bara þetta enda monolog og svo kom ekki sem bara title screen, The Dark Knight He's a silent guardian, a watchful protector bara a dark knight En þá líka að spyrja ykkur þegar hann fer á hjólinu hann bara gerir burtu upp Dark Knight, löggan eftir hann ég er búin að tala um Tom Valgers að því að Dark Knight Rises gerist 8 ára seinna ef ég skil það rétt, þá hætti hann bara að vera Batman það er engin síðan í mörg ár keirði hann bara heim til sín og fór aldrei eftir búningin fyrir bara í Rises Já, ekki Er það ekki pín skrítin hugsun? Sko málið hann var þetta eina svona nitpickið sem ég tek alvarlega í Dark Knight myndunum hann var bara Batman í 1,5 ár Já, einmitt og fólk talar hann sem svona einhverja algjöra góðsögn og ég meina, en hann var bara einhver gæi sem klæddi sig upp þessu leðurblaka í 1,5 ár fyrir 8 árum, myndum að muna það þetta er svona eins og við myndum tala hvað gerðist 2013 var eitthvað skrítin gæi sem gerði eitthvað 2013 Fannst það ekki vera þessi góðsögn? Nei, mér finnst Hann var ekki búin að vinna sér inn? Hann alltaf, sko hann bjargaði borginni frá þessari gasárás, fjörtoxin-árásinni. Þú myndir muna eftir því. Þú myndir muna eftir Jókernum og hvernig þú varst með þessi hryðjuverkamaður kom þarna og síðan kom annar leðurblökur hryðjuverkamaður og drap Harvey Dent og það var hreinsað upp glæpinn. Þú myndir muna það, en Batman, hann er litaður að því að hann er að þykjast vera vondikallinn. Þannig að það kannski breytir þess aðeins. En mér varst bara eitthvað þess að ég talaði um Tomma varst alveg make a sense bara, hann var ekki þörf fyrir Batman lengur, hann bara stígur til hliðar. Mér finnst alltaf þessu karl sem ég svolítið þekkir, svo Tegnson og svona, Bruce Wayne, hann er svo heldtekinn að því að vera Batman. Ég átti svo erfitt með að ímyndum bara, hann er bara eins og segir, búin að Batman í stundum tíma, svo bara leggur hann skóna á hilluna. Það sem særði mig pínu við Rises var að ekki bara var Batman búin að vera horfinn í 8 ár, heldur Bruce Wayne líka, það er mitt nytt við Dark Knight Rises. Já, hann var bara svona einbúið bara í einhvern turni hann í Wayne kom með rosalega ljótt skegg. Það er samt, mér finnst það reynda svolítið áhugavert af því að hann Nolan talaði að Batman er bara verkfæri sem Bruce Wayne notar. Það er alltaf spurning hvor er alvöru maðurinn Batman eða Bruce Wayne. Fyrir Nolan þá er það mjög skýrt að Bruce Wayne er maðurinn, Batman er verkfærið, en í Rises, mér finnst það mjög áhugavert að hann stoppar bara í tíma. Þar sem að honum finnst Gotham ekki þurfa Batman, en hann þarf greinilega Batman. Hann staðna bara? Já, þess vegna, hann hverfur, hann veit ekki hvað hann á að gera við líf sitt eftir þetta, því hann er bara búinn. Og hann er bara að bíða eftir að hlutir versna aftur. Þetta er reyndar áhverjum punktur þar sem þau eru að tala
Batman hverfur ekki bara, Já. líka Bruce Wayne. Já. Og ég hef ekki hugsað beint þannig. Það er svona svo þegar ef þú tekur Batman af Bruce Wayne, þá verður hann engu. Og þá ég tekið aðeins meiri sátt núna pælingun í Rises. Þú veist, hann leifir einhverjum skítugum viðskiptamönnum taka yfir pörtum af fyrirtækinu sínu. Þetta fer allt bara í algjört chaos af því að hann, þetta er maðurinn þarf að vera á staðnum til að halda illa öflunum í burtu. Leið það fer, þá byrjar þetta allt fyrir að krýpa saman og hann tekur sig í burtu frá þessu. Við ættum að segja áður en við stökkum beint inn í Rises. Já, við erum ennþá alveg örugglega eitthvað eftir Dark Knight, sko. Viljum við tala eitthvað meira Dark Knight? Já, ég meina, komum með, ertu með eitthvað í huga á? Já, ég meina, haltu bara áfram, sant? Ég vildi bara segja, inn á milli, Christopher Nolan pullaði Jack Nicholson þarna, þar sem hann skildi peningaleikina eins betur. Það var mjög sniðugt hjá hann að gera Inception inn á milli til að sementa sig sem stór leikstjóri en ekki bara stór Batman leikstjóri. Já, einmitt. Að þeim gerir náttúrulega Prestige eftir Begins. En Inception var svo huge. Já, en þá var þetta loksins orðið From Christopher Nolan, fattar þú? Já, algjör, þá var hann orðið bara risan nafn. Já, þú bara, ég elskaði það líka alltaf, þú veist, From the Director of Dark Knight. Það er bara, þú veist, þetta er alltaf The Dark Knight. Þetta er svo sniðugt hjá honum að Inception var bara búin að vera, sko, hugmynd í hausnum á honum, sko, síðan 2000, fattar þú? Hann gerir Memento og eitthvað, hann er ennþá ekkert orðið eitthvað, hann er ekki orðið nógu stóð til að geta pitchað Inception, það er bara svona tentpole sci-fi hæstmynd. Svo kostar skrillunir. Já, og síðan gerir hann Dark Knight og þetta er bara bíómyndin, fattur þú, allir að tala um Dark Knight, fólk var hneykslað að hún var ekki tilnefnd sem Best Picture eða Director eða eitthvað svona, fólk var að hneykslast yfir Batman bíómynd, fattur þú. Þið pældi því Slumdog Millionaire vann þetta ár. Já. Dark Knight er mikið betri mynd. Já. Ég er ekki ósammála. Ég sá Slumdog Millionaire einu sinni. Jú, fín mynd. Fín. Ég horfði á hana nýlega og hún er fín. En það er eitt smáatriði Dark Knight sem ég alltaf elskað. Okay. Mér fannst það svo geðveikt að þeir breyttið aldrei. Það er titillinn á myndinni. Já. Hún heitir ekki Batman 2. Dark Knight. Það er ekkert Batman í titlinum. Nei. Og ég man að þegar Nolan sagði þetta, ég ætla að gera mynd sem heitir bara The Dark Knight. Ég hugsaði með mig þá, vonum bara þess aldrei að lega það. Að því nördarnir vissi alveg hvað hann var að tala, hann ætla að kalla þetta Dark Knight þessu í teiknumyndum og svona. En það var ekki svona brand recognition í titlinum. Og það hélt sér. Mér fannst það geðveikt. Það er líka svo, þetta er svo harður titill. Þú veist, Batman er góður titill, en The Dark Knight, þetta er bara þú bara sér bara svona fíguruna fyrir þér, þetta er bara svona, þetta kýlir þig nálast. Áleika bara svo vel við þess að sögu eitthvað. Bara innihaldi á myndinni sjálfur. Ég líka elska að hann kemur bara með title drop. Síðasta orðið í myndinni er nafnið á myndinni. Já. Það er, mér finnst það svo cool. Tölum aðeins byrjunartriði. Hvernig fannst þér þá í endanum á Dark Knight Rises þegar Alfred sá hann í kaffihúsinu og var þarna, The Dark Knight Rises? Var það líka jafn gott? Já, alveg smettpassa. Tölum aðeins byrjunartriði Dark Knight. Já. Það er svolítið svona iconic. Ég man bara því ég sá það fyrst, ég var bara, wow. Þeir líka sýndu það atriði á eitthvað svona IMAX, þá sem svo trailer undan einhverju myndum og eitthvað. Hvernig var það fílt atriði? Kynningun og djókundum? Bara þvílík fucking byrjun. Hvað gerir þetta atrið svona gott? Þetta sýnir hugaleikfumina á jókernum á þess að við sjáum hann nema í endanum atriðuna. Þeir eru allir að tala um jókerinn og bara svona, hann er með máling á sér, bara svona warpaint eitthvað og síðan eru allir að drepa hvern annan og þeir eru allir að offa hvern annan eitt af öðru og síðan bara svona, síðan hann í lokin, William Fichtner náttúrulega með geðveitt cameo, brjálaði einhvern með haglabissuna. Tengi ekki við hít líka. Já, algjörlega. En þetta var, eins og svoleiðis, svona, he's out, right? Og skýtur hann, where did you learn to count? En ég elska að hann kemur, hann sagði örugglega að drepa mig eins og ég losaði mig hunga. Nei, I killed the bus driver. Og þetta er svona, what bus driver? Kemur rúta og klessir á hann. Og maður er ennþá svona, ok, en hvað er jókerinn í þessu öllu? Hann er örugglega búin að plana þetta, svo lappar hann bara svona upp að einhverju gæja og bara tekur þessi grímur og þá er jókerinn mættur og bara svona, oh my god, þetta er ekki bara hann að þetta, hann sá til þess að þeir myndi að hann var að fara yfirgefa svæðið. Annað Nolan að nota í það sem kom á undan. Þessi gríma sem hann notaði, þetta er make-up sem Cesar Romero var með á sér í 1960s Batman. Ertu að tala um trúðagrímuna? Já. Cesar Romero notaði þetta make-up einu sinni.
Já, hann var með svona grímu líka og tók hann svona af sig. Var hann með grímu, Romero? Eða var hann með Hann var með grímu. Hann var með svona grímu og tók hann af sig til að sína hann væri Jokerinn. Þannig að þetta naughty í það, sko. Það er svolítið cool. Það er það. En líka pældi, getur þú ímyndað að Christopher Nolan, hann er alltaf mjög fáaður maður, þú sérð hann aldrei, hann er alltaf í svona flottum jakkafötum, alltaf mjög vel settur saman. Getur þú ímyndað að hann heimaður sér horfandi á 1960s Batman? Nei, ég sé það ekki fyrir mig. Nei, þetta er eins og það er eitt sem ég á mjög erfitt, þetta er alvöru hlutur, Máni kynnti mér, þú benti mér á þetta og sýndi mér ljósmyndir, en ég þarf að segja þér, þetta er brjálað, en þegar Clint Eastwood er ekki að velja eitt af billjón handritunum sem hann er með á skrifstofunum sinni til að lesa og ákvaða hvað næsta bíómynd er, þá situr hann heima hjá sér og les manga. Hann les JoJo's Bizarre Adventure. Hann fór til Japans, hann hitti Araki. Veistu það eru víst? Já, það er til ljósmyndir. Hann hitti Araki, hann áreitaði hellinga af þessum mynd af svona plakkatum fyrir hann og hann pósaði með honum eins og JoJo karakterinir og allt saman. Clint Eastwood. Vá, bara virðingi mín fyrir þeim manni, bara hækka eitthvað. Ég veit það, en mér finnst eitthvað svo huggulegt við það, þú veist, ég sé þetta fyrir mér svona risaskrifa og handrit út allt og svo er Eastwood bara einhverju ruggustól með lesgleru og lesa manga. Það er eitthvað svona, það er eitthvað huggulegt við þetta, fattar þú? Það er eitthvað cozy. Já, þetta er cute. Þetta er sætt. Já, og líka það hann pósaði eins og þessi karakter, þetta er bara svona í hvað heimi búum við þar sem Clint Eastwood er anime-fan. Ekki einu svona anime-fan, manga-fan. Það er svo hart. Manga-fan. Ok, það er alltaf með Dark Knight að fara Rises. Erum við búin að segja allt sem þarf við, við erum búin að fara yfir hvernig Harvey Dent er basically hjartað á myndinni. Ég elska bara við Dark Knight hvað það er svo þægilt að sitja á henni. Ég elska að bíða geðveitt lengi því þegar maður horfir á hana, maður verður bara heltekinn af henni, maður tekur ekki augun af framma. Sko. Málið með Dark Knight, sama hversu oft ég sé hana, hún er það er aldrei mómentar sem ég kem, Dark Knight, hún kom út þarna, hún fekk svona, það var svolítið mikið í kringum hana, nei, hvert einstu sem ég sé hana, þá er þetta alltaf, já, hún er svona góð. Geðveikmynd. Bara hún verður aldrei verri, hún verður stundum bara betri. Já, og svo er maður að pikka alltaf upp eitthvað svona meira, kannski einhver ákveðin atrið, bara, er þetta gott atrið, hvað þetta er góð framistæðan. Mikið af details inn í performanceunum og svona, og eins og þarna þegar ég spottaði þarna blökuna í eldinum, það var rosalega weird find. Þegar það kviknar í Harvey Dent þarna helmingnum, í einum ramma, þá lítur brunin út eins og leðurblökumerki. Nei. Þú þarft að freeze-frame það rétt, en þetta er þarna. Já, það er bara að vera þvílitt fljótur að spotta. Þú var bara klikk, fattar þú. En ég sá þetta þegar þetta er sama kvöld og ég eyðilagði Dark Knight Rises fyrir honum. Það er líka, sko, það er líka öðrum svona nods þegar Jokerinn kveikir í peningunum. Það er náttúrulega aðeins að datriða því að I'm only burning my half. En málið er, þú getur ekki bara spillingin er algjör. Það er ekki bara, þú getur ekki sleppt blekunu í vatnið og það er bara þessi helmingur. Þetta dreifist út allt. Og það er Jokerinn, hann skemmir þetta allt saman. Ég ætla bara að brenna minn helming, en þetta er úr Long Halloween, þegar Catwoman kveikir í peningnum hans Falcone. Já. Það er svona til last Long Halloween. Það eru komnar núna 2 animated myndir sem að debtuðu þetta. Alveg, nýjar það ekki? Nýjar, það kom út í júní og júlí. Það er breyta sögun í pínu, bara svo þetta næst inn í tímaraman, mjög góðar. Fyrsta er mjög góð, seinni er góð, ekki alveg góð fyrsta, en hún er líka góð. Eru bara byggðar á Long Halloween? Já. Ekki Dark Victory sem setni það? Jú. Það eru líka með Burton aesthetic, þeir eru með topphattana og þeir eru með, þetta lítur út þessu Burton mynd. En sko ég elska bara sequences í Dark Knight að því það eru svo mörg rosalega góð sequences. Þannig að voting að sprengja skipin hérna í lokin, með hérna gæjunum með skrýtnaugað. Já. Hann var að deyja nýlega. Heitir ekki Tony Lister? Jú, held það. Hann var að deyja nýlega. Þetta er svo öflugt atrið og síðan náttúrulega erfitt að tala um þessa mynd á þess að tala pod chase sequence þegar hann flippar truknum. Masterclass fucking atrið, sko. Líka, is that a bazooka? Fucking bara bazooka komin inn í þetta. Og það er líka svona eitthvað svona litlum incest skotum í því sequencein sem þurfa ekki að vera þarna. Þetta er svona... Sagður þú incest skotum eða insert? Ok. Mér heyrðist að það sagt incest. Jésús. Insert. Já, ég elska þá mynda því hún hellinga því. En
Nei, bara svona, manstu ekki að það krakkarnir þarna þykjast skjóta einhverja bíla og svo springur einn bílinn og því Batman að koma. Þarf ekki að vera þarna, en þetta þarna. Ég elska svoleiðis moment í bíómyndum. Er þetta ekki frændur hans Nolans? Jú, ég held að. Jú, ég held að sé hvað tengdur hún. Ég líka elska bara Batpotið, það er svo gaman að sjá skikkjun og flöktur á hann og líka hann keyrir í gegnum svona mall. Again, þetta þarf ekki að vera þarna, en þetta er flott visual. Eitt sem ég myndi samt segja við endan á myndinu með hennar bátana, þetta er æðislegt Joker moment af því að þetta er svona prisoners dilemma sem hann setur upp. En fanginn, hann hendur þessu út bara, við erum ekki einu svona bara að spurjum þetta, auðvitað erum við ekki að fara að sprengja hinn bátinn. Og þau þora ekki að sprengja fangan upp heldur, þannig að prisoners dilemma sem Jokerinn sett upp, það klúðrast. Honum er alveg sama, það er ekki pointið. Pointið var bara að ég ætla að koma þessu í gang og ef að það skiptir hann ekki máli að fólki neitað honum að því að hann getur sprengt þetta sjálfur og bara sagt þeim, ójá, hinnir gerðu það. Það ætla hann ekki að fara að gera það bara í lokinu? Bara þetta er bara the chaos. Það er ekkert annað þarna. Hann var bara að reyna, Batman literally segir það við hann. Varstu bara að reyna að sanna að allir eru jafn ljótur og þú. Og hann hunsar hann bara. En eins og Joker í Dark Knight, hann er ekkert útskýrður, hann er bara Joker, fingraförin og bara, veist ekkert hvað þetta er. Í 89 myndinni, þá heitir hann Jack Napier, hann fær nafn, einhvern svona bakgrunn. Hvort fíliði? Svo fíliði betur. Mér finnst, sko í bókunum núna, eða þegar ég las þetta seinast, það er svolítið síðan, þá voru 3 Jokerar. Það var svo canonically fann Batman, þetta var eitthvað svona leftover saga, skilst mér frá Court of Owls, þar sem hann var að fara í forsöguna hjá Gotham. Er það með þann 3 Jokers bókin? Já, og það var partur af sem Batman var að skoða ykkur af þessum gömlu myndum og hann fann Jokerinn. Þú veist bara, þessi maður hérna, sem var til fyrir 100 árum, okkur ljósmynd, þetta er Jokerinn. Þú veist, hvað er í gangi hérna? Mér finnst Jokerinn alltaf áhugaverðari þegar, ég þarf ekki að vita hver hann er, mér finnst það ekki gera neitt fyrir hann, en á sama tíma, eins og Killing Joke, það virkar alveg. Ég get tekið Killing Joke sem að baksöguna, bara já, hann var maður sem fekk allt hellt yfir sig og núna er hann að sýna heiminum það tilbaka. Ég get tekið Jack Napier eða ég get tekið, ég hef ekki hugmynd hver þetta er. En segir hann ekki, var það í Killing Joke, þegar Joker segir í einhverju bók, þetta verður þeirri? Ef ég á að vera með eitthvað svona origin sögu, þá er ég frekar á multiple choice. Það er svona sem að Heath Ledger leikur sem með Nolan í Dark Knight, þegar hann segja frá örunum. Þegar ég fekk þau svona, nei, ég fekk þau svona. Mér finnst það persónulega skemmtilegast í Jokerinn. Og þetta er alltaf túnað á manneskjuna sem hann er að tala við. Og ég fíla Jokerinn svo mikið þegar hann er eitthvað svona entity. Þetta er bara einhver skepna. Og það er það sem gerir hann Ledger Jokerinn svo áhugaðurinn og líka, Scott Snyder fór svolítið langt með það í sínu rönni, eins og þetta væri bara eitthvað svona pagan deity, fattaru? Manst ekki hann í sjónum. En það var svona einum ekstrím. Mér finnst það samt totally virka. Mér finnst það virka, ég fór svona, að því það sem ég var að fara að segja í endanum af því þetta er svo creepy, þetta er svona óþægileg pæling, þetta fór alveg pínur langt, en þetta svín virkaði. Þetta var svona að því payoffið var svo gott. En svo líka svo tölum áðan í síðasta þætti. Þessi karakterar höndla alltaf túlkanir. Þú getur gert þeim, þú pagan deity eða trúðin, eða raðmorðingja. Það er svo cool á þessi karakterar. Já, einmitt. Og við dýrkum bara þegar Jokerinn er svona eins og í Under the Hood, bara maður fá vasklas og brýtur glas og drepur alla. Hann er bara með skítuðar hendur. Hann getur bara algjörsæk. Já, hann getur bara stútað fólki með berum höndum. Og það er það sem gerir hann ennþá meira unpredictable, því þegar hann er að tala við einhvern, þú veist ekkert hvort hann er að fara bara brjóta á hann hálsinn. Það er óútreiknanlegur. Já, það er það sem mér fannst þið channel og svo rosalega vel við. Þeir gerðu það náttúrulega með Ledger, þú veist, við bara sjáum það strax, bara ég ætla að láta hann blýant hverfa. Og drapa hann bara, tada! Og það er það sem gerir hann svo góðan. Gangster Jokerinn er svo rosalega skemmtilegur. Og hann, þú veist, en Ledger Jokerinn er alltaf meira anarkisti en hann er gangster, en það eru hintin af honum eins og, þú veist, ég elska þegar í endanum loka confrontation við Batman, hann er bara að berja hann í kassu með einhverjum bara kylfum. Þetta er svona, ójá, þetta er gæði sem, þú veist, höndlar að fara í slag við Batman, af því hann er með skítuðar hendur og hann slæst störti. Sendir einhverja hunda á hann til að trubla hann, svo hoppar hann á hann og lemur hann með prikum, þetta er svona, já, þetta er það sem ég vil sjá. Mér finnst eitthvað svo skemmtileg aðeins í Dark Knight þegar Joker er að tala með aðra glebmenn.
eins og mafíun og svona, Já. þeir eru bara eins og það er skot af Eric Roberts. Það sem er bara einhvern veginn, mér finnst alltaf eins og hann sé ekki að leika. Já. Eins og sé bara einhvern veginn, hvað er Ledger að gera? Já. Mér finnst það líka æðislegt sambandi sem hann á við hérna mafjósina, því að mafjósinir, þeir halda í alvörunni að þeir skilji hvað þeir eru að gera. Já. Því að þeir halda, já, við getum bara hleypt þessum gæja út, hann sér Batman og síðan verða hlutir eins og þeir verða aftur. Já. En hlutir verða ekkert, eins og Jókerinn segir sjálfur, hlutinir er ekkert að fara tilbaka. Ég held mér að Alfred segi við Bruce Wayne, hann segir mafían gerir díl mann sem þeir skilji ekki. Nei, hérna var það ekki Batman sem segir það og Alfred segir perhaps this is a man you don't fully understand either. Getur við. Þetta er rétt hérna ástæðan, hann sagði að því náttúrulega Batman er búin að breyta öllu, þá leituðu þeir til manns. Já, and in their desperation, já. They turned to a man they didn't fully understand. Þetta var sagt það. Já. Og Batman kemur hana, criminals aren't complicated. Já, einmitt. Þetta var öðruvísi tegund að glemma manni. Hún var skýtsaði peninga og allt þetta kjaftaði. Já, hann er óútreiknanlegur. Já. Sem gerir líka að það er svo brútal þegar hann kveikir í peningum að því lág er ofan á peningunum. Já, hann kveikir bara í gæja. Hann var skýtsaði. Já. Fuck him, segjum bara. Team Sam, television. Þessan húmur. Já, það er grautur. Við skulum ekki fara að Nei, en hérna í stuttum máli við breyttum Dark Knight myndunum í Yu-Gi-Oh! Memes. Þetta er einhæfasti fucking húmor sem þú finnur. Hérna, Ok, förum við eitthvað annað. förum í eitthvað annað. Ef að færi Rises. Förum í Rises. Já. Hérna, hún var tekin upp sem 4 klukkutíma bíómynd. Það var allegedly eitthvað samtal á bak við tjöldunum að hleypa hún út sem 2 partar og Nolan nixaði því. Ég vill vita í alvörunni hvort það sé eitthvað staðar 4 klukkutíma kött af henni, að því mér finnst Rises vera síst og mér finnst hún vera pínu choppy á stöðum. Já, ég skil þig. Eins og þú þurft aðeins meiri tíma til að anda eða fleiri aðrið á milli eða eitthvað. Það er eins og hún er öll til staðar. Öll svona subtextið, öll þeman sem hefur verið að skoða þarna. Þetta er allt þarna, en mér finnst bara, það vantar einhver af svona fleiri punkta þar sem að það er svona imbrað á nákvæmlega hvað þessi mynd er En þið finnst hún góð? Hún er góð. Frábær. Það er svo margir sem hata hana, ég er ekki alveg skil ekki alveg þar pælingu, sko. Ég held að Nolan Batman myndirnar, þú ert aldrei að fá sömu myndina 2 og ég held að fólk vildi fá Dark Knight aftur. Það vildi fá Dark Knight 2. Já. Já, það er rétt hjá þér. Hún líka heitir The Dark Knight Rises, hún heitir ekki Batman eitthvað. Hún heldur sig í við það sem The Dark Knight gerði og heitir bara Dark Knight. En ég held að Nolan hefði aldrei fengið að sleppa Dark Knight titlun. Já, Ef að Nolan hefði sagt, þess að heita eitthvað allt annað. þetta er The Caped Crusader. Já, þá hefði vonum bara sagt, nei, Dark Knight er það stór, það verður eitthvað í titlunum næstu mynd. En hún er svo, já, það er svo magnað að hún er svona pínur svona spiritual successor af Batman Begins, þar sem við ætlum núna að kafa í hver Bruce Wayne er sem maður. Og það er heldur ekki hægt að tala um þessa mynd á þess að nefna á hversu fucking frábær Tom Hardy er í henni. Hann er magnaður. Ég held að þetta sé einn skemmtilegasta framistað sem ég sé í bíómynd. Já, bara búið entertainment valið. Það er líka svo gaman að sjá Bane sem elegant fíguru. Já, ekki eitthvað svona brút eitthvað. Það er kastmál. Já, því þú veist... Ég er með viftuna undir mér. Slekka á henni. En þú veist, bara málið með það er, þú sér þennan gæja, hann er bara trukkur á löppum. Bara massaður í hel og þú veist, bara svona, þetta er gæji sem sko blikkar og þú myndir örugglega meiða þig. Og annað, bara vel gert á istunum á þessum manni, hann þorði að elta Heath Ledger. Já, algjörlega. En hann hafði samt að skapa. Rosa eftirmyndan karakter. Já. Og líka, þú veist, það er svo gaman að hann er bara með svona, Jókerinn var alltaf með eitthvað svona litla ræður eða eitthvað. Ég elska samt að Bane er bara með svona litla svona soliloquies og svona, eins og uppáhaldslína mín í Dark Knight Rises er þarna þegar þeir eru að fara að slást og hann grípur hnefar hans og kemur svo, veist, peace has cost you your strength, victory has defeated you. Og þetta þýðir ekki neitt, en þetta er svo lína. En hann er svona svo marga góða setningar. Það er nefnilega, ég sé þetta öðru sig. Ég sé hann er að reyna að brjóta Batman niður. Friðurinn sem þú skapaðir er búin að veikja þig það mikið að sigurðin er búin að kosta þig allt sem þú barðist fyrir rændanum. Og það er eins og Bane skilji
nákvæmlega hver Batman og Batman skilur það ekki og þess vegna sigrar hann. Þetta líka svo, þú veist, bara hann svo quotable, mér svo magna að Bane quotable karakter. Hann með geggjaðar, og líka ekki svona quotable, bara svona asnalega fyndnar setningar og geggjaðar setningar. Já, þetta allt svona, ég held að uppáhaldsatriðið mitt með Bane samt bara hversu visceral hann með body language shit, að hann getur eignað sér bara manneskjum sem hann að tala við. Manstu þegar hann að tala við hann hérna, hvað heitir hann? Ben Mendelsohn. Já, Ben Mendelsohn, þegar hann eitthvað að tala við hann og síðan svona rétt, svo hann setur hendina. Það upp á satrið mitt! Já, bara svona... það á öxlinni? Já, hann svona rétt, svo lætur hendina. Já, hann gerir svona, eins og hann gerir. Já, og bara svona, do you feel in charge? Og maður bara svona... Segir ekki líka, do you think that gives you power over me? Yeah, I paid you a fortune, and this gives you power over me. Þetta bara, þú veist, þegar að gera þetta, og þú sér Ben Mendelsohn svona, en þetta, þú veist, bara, do you feel in charge? Og maður bara svona, Því Bane fucking scary. Já, ég elska gríma hans. Hún er svo visceral. Þið veitum vantilega pælingunum baka hönnununa. Já. Þetta öfugt Batman-gríma eða? Nei. Hver pælingin? Varstu búin að heyra þetta ólega? Eitthvað, en góðum með það. Hann skapaði þetta eftir, ekki manni hvað þessi api heitir. Apin svo, þegar hann illur, það gerir hann ákveðin svip. Svona órangúti. Já, heldur þessi órangúti. Og hann myndaði gríman svolítið svona partur af því. Já, þetta svona til tennur. Þetta rosa. Cool pæling, sko. Ég held að vera að meina svona in canon hvað gríman á að vera. Ekki Nei, í Dark Knight Rises, bara hönnunin. Það mjög áhugaverð samt að gríman, ef þú snýrir henni við, þá væri þetta bara svona nærbuxur. Já. Ekki eyðilegi fyrir mig Bane. Ég náttúrulega eyðilata myndina fyrir honum með að koma með búningapælinguna. En Hardy, hann stand-out í Rises? Já. Allan daginn. Hann það besta við myndina? Nei. Þetta góð saga líka. Já. Þetta svona, hvað, Nolan lýst þessu sem historic epic. Já, jú, svona grand hún mjög episk. Og líka, þetta svolítið fyrir sinn tíma. Þú veist, ég held að ef hún hefði komið, þetta svona þemun sem hann að tala þetta miklu meira svona culturally relevant í dag en þetta var þá. Já. Og þetta líka fyrsta myndin sem sýnir Batman í Daylight. Já. Með snjóin og svona, það er snjór og hann hleypur með löggan, mér finnst það svo geggjað þegar stríðið byrjar. Hvernig finnst ykkur Nolan sem hasarleikstjóri, og þá er ég að tala í svona hand to hand? Ömurlegur í Begins, betri í Dark Knight Rises, bardaginn fyrsti á móti Bane æðislegur. Það er masterclass. Seinni bardaginn aftur á móti sorp. Já, já, hann það. Því að mér finnst Nolan alltaf að vera betur með eitthvað svona faratæki og bílaðrið eitthvað svoleiðis. Ég meina Dark Knight, truckflippið, allt það, öll svo sena. Mótorlaðrið og allt það, mér finnst það brjála. Mér finnst það miklu betur en slagsmálaðurinn. Já, líka bara fyrsta atriðið með Batman í Dark Knight Rises þegar hann kemur aftur hann í hjólunu. Það er geggjað maður. Æðislega fucking sena. Ógeðslega töff atrið. En það er líka svona faratækjadæmi. En þegar hann fer út í eitthvað svona hand to hand, þú tölum aðeins eftir, en svo því ég fekk að sjá Affleck í vöruskemmunni. Já, það er náttúrulega bara... Fuck my life. Ok, alltaf, fyrir mig það eftir. Það er eitt sem ég langar að segja sem þetta er Rises á hann ég gleymi. Ég fór með pappa ásmynd. Nokkuð sem þau sé alla pappmyndir saman. Pappi er svona gæja, hann elskar bíómyndir, ég er kvikmyndahamar út á honum. En hann er bara, hann er svolítið þreyttur á allir þessu rusli sem er að koma. Hann elskar Dark Knight og Begins. Svo fyrir við saman á Rises, fórum við saman á hann í Egilshöll, sambjóðin. Gleymist aldrei. Löpum út í solnum, tölum ekki neitt saman. Og ég var pínu svona, að ég var búin að sjá hana. Ég var bara, fuck, allir pappa þótt hún lélega það. Hún er svolítið löng. Löpum út, og vorum á bílplaninu. Ég segi, pappi, hvernig veist hún? Veistu það, Hafsteinn, ég hef sjaldan skemmt mér jafn mikið í bíó. Þessari mynd. Hún er rosaleg, sko. Þetta er rætt. Algjörlega, en ég er líka, ég elska bara svona gæsahúðina sem hún gefur manni. Já, það er mörg þannig moment. Já, en það sem gefur mér mestu gæsahúðina, fyrir utan, þú veist, það er Alfred spotta Bruce og tónlistakeikarinn, það er svona vonleysið sem er búið að byggja upp, þú veist, krakkarnar á rútuna búið að sprengja brúnna og eitthvað, og síðan kemur svona, springur einhver partur af byggingu og John Blake bara, þetta er að byrja inn í rútuna, og bara cover, þú veist, við erum hjálpálaus en hann er samt að reyna að gera eitthvað svona að reyna að halda höfði, síðan kemur einhver krakki bara no, it's Batman og dun 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 og
The Bat faratæki fyrir í loftið og ég bara svona, oh my god þetta er amazing. Þetta er geggja. Hvernig hefði myndin samt verið ef að hann hefði ekki tekið sprengjuna, hann hefði bara farið? En hvernig fannst ykkur það atrið þegar hann flýgur með sprengjuna út í sjó og eitthvað? Það er fallegt. Það er fallegt. Er það ekki pínu kjánlega? Það er pínu Batman 66. Já, það er það ekki. Some days you just can't get rid of a bomb. Mér fannst það svona pínu hallaslega. Ég hefði samt fílað miklu meira í endanum á Dark Knight Rises ef myndin hefði ekki köttað yfir á Bruce Wayne. Við sjáum bara Alfred svona horfa og nota. En þetta, já, ég lókin á Rises. Já. Hefur vel hann enda þar? Eða meina bara ekki sjá Bruce Wayne? Já, við sjáum ekki Bruce Wayne. En því hún enda náttúrulega á John Blake. Já. Joseph Gordon-Levitt. Hann finnur Batman hellin. Það er ekki rétt sem er. Rís eitthvað upp eða eitthvað. The Dark Knight Rises. Þá myndi búið. Já. Það ekki? Jú. Ertu að tala um að þú ekki vilja hafa það skot? Jú, ég vilja hafa það skot. Ég að tala um þegar Alfred sér Batman. Það var samt, það var reshoot. Já, að því þetta þú náttúrulega ég vissi það ekki. Já, hann sér hann svona notar og síðan klift yfir á Bruce Wayne sitjandi og svona lifti glasið til hans. Já, ég hefði ekki viljað það skot. Þetta er hallaslega? Nei, bara ég vildi ambiguityð. Ég vildi að við sjáum Alfred hann bara svona og síðan stendur Alfred upp og labba burt. Það sem að þú getur lesið þetta sem hann sér Bruce Wayne eða þú getur lesið þetta sem, veistu, Bruce gerði það rétta í endanum. Já, hann er at peace núna eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. En já, allt það atriði í Flórens eða hvað sem þetta er, þetta var tekið upp eftir á að því að áhörfundur sem fengi að sjá hann að snemma, þeim líkaði svo rosalega illa við að hann dó. Það var bara bætt við hann er lifandi. Já, ég þóla það ekki. Leifið þess að vera pínu ambiguous. Já. Ég það líka, þetta var endirinn á Nolan-seríunni, þessu þríleik. Myndið segja þetta var eitt besti þríleikur ever bara. Já. Bara án efa. Veistu hvað er líka flott detail í Dark Knight Rises, eitthvað sem ég tók ekki eftir fyrir mjög seint. Það er þegar, jarðaförunars Bruce Wayne er þarna og við sjáum gröfuna við hliðina á foreldrum hans og Alfred er þarna eitt grátandi út í lofti bara, I'm so sorry, I failed you. You trusted me and I failed you. Hann er ekki að segja þetta við gröfunars Bruce. Hann er að segja þetta við foreldrans. Hann er standandi fyrir framann gröf Thomas og Martha. Hann er að biðja þau afsökunar fyrir að hafa brugðist Bruce. Já, þið treystu mig fyrir sín ykkar og ég klúraði. Michael Caine líka var mjög góður í Rises. Hann er mjög góður í Rises. Hann er definitive Alfred. Það er sko vont að horfa á hann í sumum atriði. En hvernig er það með Bale? Við hefum ekkert mikið talað hann í þessum 3 myndum. Nei, reyndar ekki. Við töluðum ekki einu svona John Blake í Dark Knight Rises. Hvernig finnst ykkur bara, ég veit þér að hrifnir á honum, en því hann er búin að vera með sérstaklega í náttúrulega Dark Knight, þannig Joker, og svo var Hardy rosa svona stór framistæða. Bale, fannst ykkur hann falli í skuggan? Hann er fullkominn Batman í þessum heimi. Ég held að segja, hann er ekki uppáðast Batmanið minn, en hann er alveg perfect cast fyrir nákvæmlega þennan heim. Þar sem að hann getur verið Bruce Wayne með djúpa innra lífið, en síðan í Dark Knight þá getur hann petala það eins tilbaka og hann getur bara verið Batman, the entity. Síðan í Rises þá getur hann, þetta er náttúrulega solid leikari á allar áttir og hann getur verið gamli aðeins slittnari maðurinn. Óli, Christian Bale, kommentum hann? Ég er rosalega hrifinn af Christian Bale sem Batman. Ég hef aldrei skilið kvartaði með röddina. Ég skil það í Rises að því þar fer hann svolítið út í öfgar með röddina. Var það einhverju sérstöku atriði sem var stælt? Where's the trigger? Já. Where's the trigger? You will never give it on ordinary to listen. Það er líka, það er moment eins og þarna með sprengjuna. Þetta er óskiljanlegt. Ég sá svona komment þegar það var svona, hann var að tala um bara, so what's the plan? Hann segir I can get it out of the bay og þetta er bara svona, kommenti var bara svona, hann segir bara svona krass og líkla var þetta I can get it out of the bay. Ég er bara svona, ég ándjúst bara, byrju, hvað sagði hann? Þannig ertu komin, talaði bara venjulega. Já, einmitt. Ég hef skrítið nitpick við það, þegar Catwoman hverfur, fyrir framan hann kemur, so that's what that feels like. Það er þetta bara, við af hverju sagði hann í Batman-röddinni? Að þeir er í búningnum, moron! Hann er í Batman-búningnum. Já, þá röddin fastur við búningin. En eins og með Anne Hathaway, nú leikur hún Catwoman. Hvað finnst ykkur hún? Hún er mjög skemmtileg í þessari mynd. Já, hún er enn og aftur góð í þessari tökku. Ég er ennþá að leita af svona the definitive Catwoman. Zoe Kravitz leikur hann í Matt Reeves-myndinni, held ég. Ég held að það geti verið eitthvað. Já, Anne Hathaway finnst mér bara svo leiðileg leikuna. Finnst það? Já,
Ég er ekkert svo léleg, mér finnst ekkert gana að horfa á hana, bara leiðileg. Já, en mér finnst hún er fín þess að ég var aldrei mikill Anne Hathaway fan en ég var mjög hrifin af henni í Dark Knight Rises. Til líka, þú veist, já, hún bara svona selur sakleysi Selina Kyle svo vel að því hún er svo mikil stelpa stundum, fattar þú? Hún ég held að Anne Hathaway hverfur pínu í hlutverkinu. Þetta er ekki típisk, svona, þegar ég hugsa Anne Hathaway þá hugsa ég svona Ella Enchanted eða svona The Devil Wears Prada eða eitthvað svoleiðis. Var hún ekki í Devil Wears Prada? Jú. Takk fyrir strákar. En sem Catwoman, mér finnst það að vera annað performance. Eins og með Rises og þessa karaktera. Við fengum að Cillian Murphy var aðeins í Rises. Já, hann er í öllum myndunum. Já, hann er í öllum myndunum. Hann er eini leikarinn sem er í öllum, Nei, ekki eini leikarinn. En eins og með Bane og svona, Tom Hardy útgáð, það var skemmtileg karakter, svo Anne Hathaway, við talum hana. Hefðu viljað sjá fleiri myndir með þeim? Eða er þetta bara gott? Sko, málið já, ég hefði viljað sjá endalaust af þessum myndum, en á sama tíma, ef ég hefði fengið fleiri myndir, þá hefði ég örugglega sagt að þetta enda þarna. Já. Þetta er svo flott compressed saga, þetta er bara svona, þetta er bara sitt eigi fyrirbæri. Ég elska bara svona að það er til Batman 3-leikur, fattar þú? Að því Burton-myndinar, þær eru ekkert með einhvern endir. Schumacher-myndinar eru ekki með einhvern endir. Snyder-myndinar eru ekki einu svona með endir. Er þetta seinasta ofriðjumyndinar sem voru með alveg endi? Já. Já, í rauninni, Endgame. En það er náttúrulega að loka 20 eitthvað myndum. Rétt. Herru, ef að fara aðeins í... Eru búin með Rises í svona hættum tíman? Já, það er eitt með Rises viðbót, uppáhaldsatriðið ykkar. Uppáhaldsatriðið í Rises? Já. Mér finnst byrjunatriðið brjálað, sko. Með flugvélina? Já. Það er geðátt. Mér finnst það geðátt. Mér finnst líka Bane, mér finnst það töff kynning á Bane. Já. Það tekur af hútið það sem var búið að setja á hann og þegar hún springur henni, stjelið eitthvað, þetta er svo flott gert og þetta er svo bombastic byrjun. Og mér finnst það líka svolítið svona í takt við karakterinn hjá Joker í Dark Knight, hann meira svona, hann var sneaky, hann var sniður, en ekki Bane. Nei, Bane var stór og hann var sko skipulagður. Já, hann er ekkert að djóka, sko. Nei, hann er ekki að djóka. Það er mjög ólega hjá mér finnst líka þess að þú talar áðan, atriðið þegar Batman kemur aftur hann á hjólinu og slekkur ljósin. Já. Mér finnst það geðveikt. Og með hann að einnota sónarbissuna. Já. Einnota sónarbissa. En í ykkur? Fyrsti slagurinn við Bane. Já. Mér finnst það masterclass. Það er bara, þetta er svo þungt atrið, það er engin tónlist, við heyrum bara svona vatni drippa. Það er sko verið að brjóta Bruce Wayne í tætlur á alla við. Og það er eitthvað við Tom Hardy er svo mikið býst í þessu atrið, eins og þegar hann hoppar á keðjuna og svona spranga niður. Þetta maður er bara, fuck me, sko. Ég veit ekki, fólk, maður horfir á það og maður hugsa, maður getur gert þetta. Nei, þú getur ekki lyftir svona niður keðju sama hvað þú reynir. En það sem mér finnst vanta, ég er mikið svona slagsmóla fight choreography-gur. Mér finnst vanta smá svona umfið. Ég skil hvað er að tala um. Mér finnst umfið vera í Batman, hann reynir að kýla og þú sér, bleituna skvettast áfram, en það er ekki nóg, hann er ekki nóg fljótur. En ég bara, ef ég hef fengið eitthvað svona Ben Affleck, Zack Snyder, choreography í þessu atriði, en sko, mér finnst þetta svo virka inn í samhengi myndarinnar eins og í The Dark Knight, ég sé ekki fyrir mér atriða sem myndin stoppar og verður með eitthvað brjála koreograft Batman. Nei, ég held að þetta sé ekki heiminum fyrir það. Að því þessi Batman er, þú veist, hann er lærður sem ninja, en hvernig hann slæst þeirra hvert einasta högg á að vera róthögg. Það eru olbúa skot og svo leiðis þarna. Já, þannig að snögga koreografi í byrjun og slæra svona tilbaka. En bara þegar maður eins með Batman, það var að besti hand-to-hand combat-gaur held ég bara í DC heiminum. Já. Ef við tökum bara... Einn af. Já, alveg öruglega top 5. Bara svona hand-to-hand, það var ekki að tala um eitthvað svona overhittu dót, svo maður getur auðvitað að drepa hún alltaf. Við skulum tala. Mér fannst ég bara aldrei að fengi það almennilega fyrir en ég sá Batman og Superman. Já. Bara það atriði. Við getum talað um það þegar við tölum Batman við Superman. Mest comic accurate Batman sem við höfum fengið live action, alveg langa veg fer það til Ben Affleck.
Sammála. En Erum við búin með Rises? Nei, uppáhaldsatriði mitt í Rises. Já, fyrirgefðu manni. Uppáhaldsatriði þið. Atriði sem þræðir allar myndina saman, það er þegar hann sér Ra's al Ghul aftur. Og Ra's al Ghul segir honum, Eftir hann í fangilsinu? Já, og hann I told you I was immortal. Og málið Bruce, þetta ekki, Ra's al Ghul ekki eilífur, það sem að Ra's al Ghul representar eilíft. Og það þessi bardaga gegn hinu illa. Já. Og það fer aftur í útlægin sem þarf að koma aftur og bjarga borginni sinni. Já, og að því að þú kláraðir ekki bardagan og þú fórst bara og þú áttaðir þig ekkert á því að bardaginn hélt áfram og hann þróaðist í aðrar áttir og síðan kemur þú 8 árum seinna einhvern veginn að reyna að bjarga þessu, það virkar ekki. Og þaðan kemur Bruce Wayne og átta sig á því, ok, núna veit ég hvað ég þarf að gera. Já. Svo er hugsa núna mesta gæsahóð-momentið, það er örugglega í fangilsinu. Já. Þegar hann þegar hann stekkur hana. Já, og tónlistin kemur, Ég samt, það er eitt atriði í þessari mynd sem ég þykir rosalega vænt og það er þegar Batman segir Gordon hver hann fallegt. Það er svo fallegt. Já. Bara þetta, hann gerði það svo persónlegt í staðan fyrir bara svona, mér var alltaf drullu saman hver það varst og bara svona, og þú hefði rétt fyrir þið með það, það var rétt í kosturinn. En ætti fólki ekki að fá að vita hver maður sem bjargaði þeim og bara, héti getur hver sem jafnvel maður sem setti frakka á axlir drengs til að láta hann vita allt væri í lagi. Þetta er svo mikið bara fyrir Gordon. Og hann einmitt geymir það, hann heldur kjafti við, hann bara, Bruce Wayne. Og síðan í endan bara svona, að Blake segir, það er enginn frá að vita hver bjargaði heitir borg og hann bara, they know, it was the Batman. Og maður bara svona, Þetta hann tátt. Já. Þetta meir en eitt maður. Og líka ég elska hvað Gary Oldman getur líka gert svo mikið með bara svip, eins og maður þegar hann sér hann að Bat-logoð aftur á þakinu og svona rétt svona kemur við til að þetta í alvörunni hana og hann svona, og lítur svona upp til himinsins, hann að leita að Batman í svona að glæta ég bara svona, engin orð, þetta er allt bara í svipnum, þannig að ég bara svona, Gary Oldman, hann hverfur svo mikið, ég sé bara Gordon, ég bara, hvað Gordon glaður. 100% sammála. Ok, erum við búin með Rises? Yes. En við þurfum aðeins að tala líka Ben Affleck dótið. Já. Þó það sé mögulega missetnað allt það run. Já. Sadly. Ok. Zack Snyder gerir alltaf Man of Steel. Já. Svo gerir hann framhald. Já. Sem áriðin var bæði framhald af Man of Steel en líka kynna nýjan Batman. Hversu mikinn tíma höfum við eftir? Af því að ég að spá hvort ættum að fara í John Peters söguna. Hvað er það? Já, John Peters er að tala framleiðanda. Já, takk þannig. Við höfum alveg smá tíma. Ok. En við höfum alveg 40 mínútur eða. Já, ok. John Peters fyrrum hárskeri Barbara Streisand. Fyrir fólk sem veit ekki hver þessi gæi og hann á cinematic réttin á Superman. Ef þú vilt gera Superman mynd, þá ferði í gegnum þennan mann. Ég er ekki fáiði. Og hann fáiði líka. Hann Það er því að búin að lesa. Þetta maðurinn sem að Kevin Smith átti að skrifa Superman mynd einhvern tímann. Og þessi gæi, ég held að hann bað risastóra köngulær. Sem hann fékk í Wild Wild West, Já, og hann bað að fá, Superman myndi lemja einhvern ísbjörn eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta var eitthvað fáránlegt. Þessi gæi klikkaður. Og það er alveg ástæða fyrir því að Warner Brothers get ekki gert góða Superman mynd. Hann er alltaf fyrir. Hann er alltaf fyrir. Með Man of Steel, og að þú ferð á Wikipedia síðuna hjá Man of Steel, og þú bara Control F, search John Peters. Það er eitt innlegg sem að útskýrir mjög vel, af því að Christopher Nolan framleiddi myndina líka. Einmitt. Og það stendur, during the filming of Man of Steel, Christopher Nolan explicitly forbade John Peters for stepping on set. Bara Christopher Nolan, hann outflexaði John fucking Peters. Þú ert ekki Man of Steel. Þú mætir ekki nálægt þessari mynd. En er þetta ekki það framlandum? Jú. Fær hann ekki titil? Hann fær titil, hann fær borgað, en hann fær ekki að segja neitt. Þannig að hann hafði ekkert creative control? Ekki neitt. Christopher Nolan gjörsamlega slökkt á honum. Það er alltaf geggja. Það er geggja, það er alveg svona alpha move hjá Christopher Nolan. Maðurinn með stál-istu, sko. Man of Steel er bara titillinn Nolan, sko. Balls of Steel. Ok, þetta var góð saga því að John Peters ég var búin að heyra hans á hann gegnum Kevin Smith og lesa eitthvað svona, maður bara, þetta er eitthvað fáið. Þetta er bara brjálaðingur. Og það er alltaf gott þegar góði gæinn sigrar og fá Christopher Nolan til þess að þakka niður í honum, það er svo
Slökk á John Peters. Ok, gera Batman vs. Superman. Já. Byrjar fullkomlega. Jöp. Byrjunin er 10 af 10. Svona byrjaru þessa mynd. Það er ekkert meira Batman en Batman ekki í búninum. Nákvæmlega. Það er Bruce Wayne er að sjá bara hryðjuverk fyrir fram að sig, allir að hlaupa dauðskelkaðir, ekki Bruce Wayne. Hann sér hættuna og hleypur inn í hann, á móti öllum, inn í reikinn, inn í eldsvoðan og bara, þú veist, ég fekk bara gæsahúð að hugsa um þetta, því tónlistin svellar svo mikið og myndin er svo perfectly á bakinu, hans Ben Affleck, að því maðurinn, my god, hvað hann er byggður. Og stór og mikill. Við skulum aðeins tala um hatrið sem Ben Affleck fékk þegar hann var cast. Já. Ég var einn af þeim, ég var stórlega á móti þessu. Ég var ekki einn af þeim, ég var alltaf fíla. Ég hataði það í sólarhring. Ég hataði það þar til ég sá production ljósmyndir af þessu atriði, þar sem hann var í bláu svona jakkafötunum og vantaði jakkan samt. Var hann ekki vesti? Jú, hann var í vesti yfir skyrtu. Já. Og það voru, held ég, 2 eða 3 ljósmyndir þarna og einhver var búinn að posta þessu á Reddit eða á Twitter eitthvað staðar með captioninu Ladies and gentlemen, I give you Bruce Wayne. Og ég sá þetta og ég hugsaði, ok, þetta er svolítið gott. Hann lukkar. Ég líka nefndi það við þau daginn, þetta er casting sem ég kemst ennþá ekki yfir. Af því ég sé ekki, þetta er eins og Morgan Freeman sem Lucius Fox. Þetta er svo auðþekkjanlegu leikari. Já. En þetta er aldrei Ben Affleck á skjánum. Hann hverfur einhvern veginn sem Bruce Wayne. Þetta er magnað. Þú veist, af því það er ekkert sérstakt við, þú veist, það er ekkert verið að fela hann í einhverju make-up eða einhverju klikkuðu hári. Það eina er, hann fær svona widow's peak. Já. En það er einast þið bæta við hann. En þetta er samt bara Bruce Wayne. Mér finnst líka hann í búningnum, besta hakan. Já. Þegar maður sér eitthvað svona prófælmynd á hann með eitthvað í búningnum, eins og tala um comic book accurate, mér fannst ég bara að sjá þennan gaur hérna, sem er á borðinu mín hérna, Jim Lee teikningin, sko. En þess, það sem gerir þetta svo flott er einmitt bara að þetta er ekki Ben Affleck. Þetta er bara Bruce Wayne. Og líka ég elska að hann er með fullkomna svona smögg brosið. Finnst þú hvernig góður sem Bruce Wayne og Batman? Já. Bara perfect. Er hann bestur það? Hann er besti cinematic Batman. Já, við tökum báðar hann liðar á sem karakter, er Ben Affleck þá bestur öllum? Sko, Ben Affleck náttúrulega, hann fær ekki heila mynd tilnenga bakgrunnu sínum eins og Christian Bale, þannig að ekki beint sanngjarnt að bera það saman. Ef þú berð þá saman með við efnið sem þeir fá, þá myndi ég segja já. Já. Ég er ekki ósammála, mér finnst hann frábær, sko. Líka reiðin í augunum á þessum manni þegar hann sér Superman hann á fljúgandi. Ég líka að það er svo gott svona subtle performance þegar hann er að tala við stelpuna sem hann bjargar hana og bara svona, we're gonna find your parents, where are they? Og hún lítur upp og sér og bygginguna sem er ónýtt og Bruce Wayne gerir bara svona, þú veist, hann veit, hann þekkir þessa tilfinningu og huggar stelpuna, tekur hann svona sér, svo sér hann Superman og bara reiðin sem myndast í augunum hans án þess að hann breyti svipnum, maður bara svona, ó nei, og sér kemur þýmið, bam, 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 og bara svona, the pure anger. En hefur ekki hægt að bíða þess með að kynna Batman? Akkur gæti ekki bara fengið Man of Steel 2? Halda þess áfram með Superman? Nei, ég veit ef þið eru að fara að byggja svona DC Universe, þá byggið það á Batman. Já. Batman er ykkar, hann er ykkar Nick Fury, sko. Já. En af hverju fengu þá ekki bara standalone Ben Affleck Batman-mynd? Af hverju blandið svo saman? Að því að, málið var Man of Steel performaði ekki að vel og þeir vonuðu og ég heldur voru hrættur að ef þið gerið Man of Steel 2 þá verður hún eitthvað flopp, þannig að það þarf að bjarga þessu með einhverju gimmicki og Batman vs. Superman er handrit sem er búin að vera í gangi síðan 2003 eða eitthvað. Þú veist, það er náttúrulega mjög frægt að það er notað til hennar í I Am Legend sem kom úr 2007 eða eitthvað. Já, plakkat. Já, því Akiva Goldsman var uppræðanlega að skrifa Batman vs. Superman mynd. Þetta er, þeir eru búin að vera að plana sem mynd lengi. Já. Og ég held líka að Zack Snyder, hann vill gera Batman mynd. Hann er miklu meiri Batman görður en Superman. Hann ætti að fá að leikstýra Batman mynd. Mér er alveg sama hvað fólki finnst um Batman v Superman eða hans útgáfa Justice League. Hann var í fullkominn maður í Batman-mynd. Ég var samt svolítið spenntið fyrir Ben Affleck-mynd. Já. Hann ætlaði að leikstýra sjálfur Batman. Já. Hann tók að sér aðeins svo mikið kallinn, sko. Hann var líka gangi gegnum mjög persónulegt. Já. Kallgreið, sko. Og líka... Nún er hann á snekkjum með henni, Jennifer Lopez aftur. Ég vorki hann ekki mikið í dag. Nei. Hann var líka að deyta Ana de Armas.
Já, ég vorki henni Ben Affleck ekki neitt. Nei, en það er náttúrulega því við vitum það, hann með þriðja fót, sko. Það er þekkt í Hollywood. Já, hann ávist að Willem Dafoe ávist að vera með stærsta tippi í Hollywood. Leto líka, hann á hann mjög svaka. Já, Já, ekki heyrt það? ég var ekki búin að heyra það. Komin einhver að tippa það. Og Willem Dafoe þá, Ben Affleck. Justin Bieber. Aha. Ég hef heyrt það. Liam Neeson ávist að vera með vassflösku hana. Liam Neeson. Já. Hérna, hvað er strákurinn í Dunkirk sem að vera í One Direction? Harry Styles. Já, hann ávist líka... Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um Batman. Big Dicks. Já, ok. Herru, ok, hvar vorum við? Ben Þú Affleck. varst að tala um Willem Dafoe. Nei, ég þarf bara alltaf að tala um tipp. Já, ég held að varst að fara að segja að það er ástæðan af hverju Willem Dafoe getur ekki verið Jókerinn. Þú sagði það. Já. Af því Jókerinn má ekki vera með stærra tipp en Batman. Það er rétt. Ef hann hefur verið Joker á móti Ben Affleck, þá kannski hefði það... Já. Þá hefði þetta verið svona actual piss-taking contest. Og já, það er eitt annað sem ég vil þann segja. Hérna, Leto Jókerinn, mér finnst hann ekki virka í neinu samhengi nema á móti Ben Affleck Batman. Þeir tveir, það var eitthvað svona fanart þar sem Batman, Ben Affleck var svona kirkjan eða eitthvað svoleiðis. Það virkar. Já. Af því að þessi uppfærsla á Jókerinn sem eitthvað svona gangsta Pimp Cook. þetta er eitthvað svona Pimp Cook, alveg rétt. Það virkar gjörsamlega á móti Ben Affleck. Á móti Ben Affleck Batman. Já, ég kaupa gjörsamlega, sástu behind the scenes á Suicide Squad þegar Ben Affleck cameoið. Nei. Það var því að það var mjög leynilegt að Ben Affleck var með cameo í Suicide Squad myndinni og Ben Affleck náttúrulega lék Bruce Wayne þarna, það var náttúrulega stunt double sem var á þakina bílum og svona. Til þess að fela það var í alvörunni sett lag yfir hann á staðnum svo enginn geti séð hann. Þannig að á svona behind the set photos þá er Jared Leto þarna og Margot Robbie og einhver maður undir laki með tvö svona eyru sem stingast upp úr lakinu. Og fáránlegt. Náttúrulega Leto Jókerinn svo mikill kökk. Ég elska það. En Batman vs. Superman. Já. Góð mynd. Á sinn hátt. Þið hefur gaman að henni. Ég fór heim að henni og ég hugsaði þetta er mynd sem ég elska en ég vildi ekki fá þessa mynd. Já. Mér finnst ekki alveg vita hvað vildi gera. Nei, því, það er svo mikið í henni. Batman-atriðin eru öll svo góð. Líka Jeremy Irons sem Alfred inspired casting. Æðislega. Jesse Eisenberg sem Lex Luthor, hvað varst að hugsa? Já. Þetta er skelfilegt. Ég hata hann. Þetta átti að vera Bryan Cranston eða Mark Strong, sko. Þetta átti að vera eitthvað sem er fullorðinn. Já. Líka bara fullorðinn. Mér finnst Jesse Eisenberg bara strákur. Já. Þó þessi 38 ára. En ég skal gefa Eisenberg eitt samt. Mér finnst þetta gott performance. Þetta er grillað performance. Hann er að gera það sem hann gerir, hann fær efni og hann er að nota það. Saka það ekki, en við höfum ekki ennþá fengið góðan live action Lex Luthor. Í Smallville. Það er svo besti. Mér finnst Michael Rosenbaum besti. Hann er það alveg langt best. Já, en cinematically hefur við ekki fengið verulega góðan live action, sko. Það er nefnilega, þú bentir mér á þetta að Batman v Superman, ef Lex Luthor, ef þú myndir skipta Batman út fyrir Lex Luthor, það er besta Superman-myndin. Af því að Batman characterizationið, það gjörsamlega virkar sem Lex Luthor. Þú getur meira bara, heyrðu, ég þarf að bjarga heiminum frá þessum brjálæðing sem er að bjóða þessum skrýtnum geimverum til að koma hingað og gera árás á okkur. En það getur menn á stíl. Já, það getur verið menn á stíl 2. Og þú getur haldið byrjuninni og þú getur meira haft Ben Affleck sem bara Lex Luthor með hár. Nákvæmlega. Það er sömu byrjun. Ekki gera það. Ég þól ekki Lex Luthor með hár. Ég skil ekki. Ég vil hans að sköldbjörn. Já, en ég er bara að segja, þið hefðu getað haldið því. En málið er, þú veist, taktu Doomsday og taktu Eisenberg, hafðu nákvæmlega samháðu gerðu með Batman en hafðu þetta vera Lex Luthor og þá ertu komið með Ultimate Superman. Meira að segja með powerbúningin í endanum. Hann er með fjólubláan og grænan powerbúning. Já, Luthor hefði getað farið í það. Ég veit það. En að því að mér varst Doomsday dótið og líka ekki þið drepa Superman í Batman Superman. Já. Við erum bara búin að fá 2 myndir með honum. Já. Ef þið eru gert þetta eftir eitthvað run og gert það vel, ekki bara svona sjúhornaðinn, þá þetta getur verið rosa impact. Já, þú veist, í hvaða heimi bý ég þar sem ég finn sorgleira af Yondu Udanta í Guardians of the Galaxy 2.
mér finnst það sorglegri og emotionally powerful döði en fucking Superman. En það líka, sáuðu Death of Superman animated myndirnar? Nei. Ég las bókina. Mér varst hún ömuleg. Bókin ömuleg. Það eru 2 útgáfur af animated mynd. Það ein animated mynd frá 2004 Jó, ég sá hann held ég. Hún með rosalega gott thick soundtrack. Alveg örgulega besta Superman soundtrackinu, en hún sjálf ekki það góð. 2019 held ég, eða 2018, þá gerðu þeir nýjar myndir, sett í 2 pörtum, The Death of Superman og The Return of Superman. Það eru mjög góðar. Já, ég þekki að sjá þær. The Death of Superman, sagan ógeðslega góð ef þú ert með Superman sem fólki líkar við. En þú getur ekki haft eitthvað svona fólk á alþingi, fólk á bandaríska þinginu að dæma what is the legal ramifications of Superman. Nei, fólk þarf að elska Superman til þess að dauðina skiptir einhverju máli. Já, en það sorry, ég var lægir. En það buggaði mig alltaf, nuttam alltaf öfugt. Að Superman degi út af einhver sem líkanlega sterkar en hann. Superman bara svo ógeðslega sterkur, sko. Já. En þetta er náttúrulega, það engin höll típa að fara að drepa hann með því að berja. Já, en þetta líka svo, þetta þörda akt svo mikið sull. Já, sull, geggja orð til að lýsa þörda aktur í Batman Superman. Jésús. Þetta bara svona, það svo mikið, eins og, það bara verið flott, sko, hefur bara endað þetta á warehouse-sínunu og eitthvað svoleiðis og þú getur haft Lex Luthor í Power-gallanum ef þið ætla að hafa almennan Lex Luthor og þeir geta barist gegn honum. Sérna Wonder Woman hann líka. Hún er svo miscast. Hún er svo slæm. Gal Gadot, mér finnst það ekki búin að vera að vaksa í hlutverki heldur. Það þeir eru búin að, ég meina, Wonder Woman 2, það var fucking hræðilega. Ég sá hann ekki. Mér hefur aldrei fundið Gal Gadot vera góð Wonder Woman. Þetta er alltaf bara módel. Já, í engum af þessum myndum, af því þetta hefði átt að vera, sko, annarkvort hún Emily Blunt, Jennifer Connelly, konan sem leik Lady Sif í Thor-myndunum, Jamie Alexander held ég. Málið í Wonder Woman 1, þar hún, æðislega, hvað heitir hún? Hver? Princess Bride. Já, Robin Wright. Robin Wright í henni. Hún að leika Wonder Woman. Já. Wonder Woman ekki já, við getum bjarga heiminum með ást. Nei, Wonder Woman hún nagli. Já. Hún stríðskona. Og Robin Wright að leika nagla. Já. Og hún náttúrulega kannski aðeins og gömul fyrir hlutverkið. En ef þú ætlar að vera með, 10 ár af þessum karakter haldandi áfram. En það þú þarft að finna unga Robin Wright til að leika þetta. Þú getur ekki farið í Gal Gadot. Nei, ég meina, auðvitað útlýslega hefur hún svona með sér, þetta er svona falleg kona og Amazon, svona prinsessa og eitthvað, en þetta er kannski ekki mikið leikona, þetta er bara sem Jason Momoa. Já. Það ekki leikari, þetta er bara módel. Flottur í Game of Thrones og búið. Það svona finnst mér að finna að það svona haldið þeim uppi í gegnum hina leikarana. Chris Pine standoutið í Wonder Woman 1. Patrick Wilson standoutið í Aquaman. En þú tala leikara það? Já, því þeir stela þessu svo mikið, þannig að maður svona gleymir hvað hinir eru forgettable sem karakterarnir sín. Algjörlega. Respektíflega, því þú svo mikið bara svona váka King Orm skemmtilegur. En mér finnst Jason Momoa meira miskast en Gal Gadot sem Wonder Woman. Já, ég vil fá silly ljósarða Aquaman. Já. Ég vil fá Aquaman sem Jeff Jones skrifaði. Lásuðu það? Er það þegar hann með Hookhand? Nei, þetta er bara nýja raunnið. Já, þetta er basically svolítið svona Indiana Jones feelingur, eitthvað eftir að feelingur. Ertu að tala Rebirth eða New 52? Ég las eitthvað á New 52. Þetta var New 52. Það sem hann I don't talk to fish. Það sem hann bara pirraður á lífinu. Já, hann svona smá svona joke eitthvað, hann var leiður á því, og Black Manta í þeim sögum. Það alveg skemmtilega, meira í þeim sögum líka. Mér finnst alveg svona skemmtilega ævintýrasögur. Það geta alveg búið til svoleiðis, en fáðu bara alveg leikara. Já, please. Ekki eitthvað surfer, model, dude, eitthvað. Já. Ok, Batman Superman. Tölum aðeins Batman meira þar. Já. Þetta er Batman þáttur. Yes. Affleck, allir saman það, hann var heldur góður. Yep. Bæði sem Bruce Wayne og sem Batman. Að þetta skemmuatrið eða vöru skemmu, hvað þetta er sem hann slæst við görunni í. Þarna var sem í fyrsta skipti sjá, eftir allar þessar myndir. Ég bara eitthvað, vá, ok, svona væri fyrir gaur að lendi slag með Batman. Að því að þó þessi World's Greatest Detective og Ninja og eitthvað, þá getur hann slegist. Hann vörubíll. Já, og í þessu atriði, ég bara horta á þetta nokkuð sem á YouTube, bara þetta atriði,
þarna fann ég fyrir, ok, þú veist, þessi gaur er ekki djók. Nei. Og ef þú ert að lenda í slagsmál við hann, þá ert þú bara að fucking tapa. Sko. Hann var skotinn tvisvar í hnakkan. Já. Að bara var þetta ekki bara point blank, bara, já. Skoppaði bara á honum. Já. Og þetta ég elska líka bara svona við þetta atrið hvað það er fast-paced. Já. Það er bara högg eftir högg eftir högg. Þetta er aksjónu sem ég vil sjá í svona myndum, sko. Og þetta er koreografæði draslan, sko. Já. Og hann nota líka grappling-gunni. Já, hann nota grappling, hann skýtur trékassa og hann fleygir honum í einhverja gæja. Já, og þetta er svo geðveikt. Þetta var svolítið svona Arkham fighting stílinn fyrir þá sem hafa spilað þá leiki. Þannig að berist marga gaur einhvern veginn, hvernig tiggið þau upp. Mér finnst það geðveikt. Það er líka svo sárt að sjá þetta núna vitandi hvað við hefum getað fengið með Ben Affleck Batman mynd. Já! Þetta er svo veist bara heil mynd með þessu flikki. Þetta er svo shit, hvað ég verið til í það. Ég líka elska öll, ég bara ger svona, sko, mér finnst öll atriðin milli hans og Alfred 10 af 10, sko. En það er líka því kemistri milli Affleck og Aronofsky er geggjað. Já, ég líka elska það að Alfred er ekki þjónninn hans. Þú veist, eins og hann að Bruce Wayne er alltaf að rétta honum kaffi. Já, þeir eru meira bara svona partner. Já, there's nothing wrong with the microphone. Bara hann er þreyttur á honum. You're getting slow in your old age, Alfred. Bara, þeir eru alltaf bittera í hvernig hann. Mér finnst það svo, þetta er svona Earth One dynamicið sem ég vil fá. Ég vil Alfred sem svona Sass Queen. Já, bara svona war veteran líka. Þú veist, alveg, þetta er svona, þú sæir það fyrir þér ef einhvern veginn brjótast inn í Wayne Manor að Alfred gæti tekið það, sko. En svo alltaf einn munur líka á þessum Batman og hinum. Þessi Batman var veteran. Já. Hann var búin að starfi mörg ár og hann við fáum að sjá hann í Batman og Superman. Það eina nitpickið sem ég hef í kringum Affleck Batman mythosinn, ég held þetta sé Dick Grayson sem er dáinn. Já. Ef þeir halda áfram með þessa uppfærsla Batman, þá er ekkert mál að rettkona það bara, nei, þetta er Jason Todd. Upprunalegi Robin er þá lifandi. Af því að ég held að eina skipti sem er að tala að Dick Grayson sé dáinn er þegar Harley Quinn er kynnt í Suicide Squad, þá kemur alltaf textin. Ég held að textin gæti sagt killed Dick Grayson eða eitthvað. Já, Jason Todd. Accomplice in the murder of Jason Todd. Er það? Já. Ok, þá erum við góða mál. Er þetta talað Robin búningi sem er í Batman hellinum í... Já. Er það ekki Jason Todd? Ég tólka alltaf að Jason Todd. Snyder sagði að það væri Dick Grayson, en hann, ekki Goyer. David Ayer. David Ayer, já. Þeir getur hafa rettkánað, það var það gott mál. En sko, það er bara, Ben Affleck er svo mikið bara what could have been. Potentialið var allt þarna. Og eins og ég segi, ég kemst ennþá ekki yfir þetta casting. Ég sé ljósmyndir af Ben Affleck og ég sé Ben Affleck, en ég sé ljósmyndir af honum í þessari mynd, ég sé Bruce Wayne. Það er ekki hint af Ben Affleck hana. Þið sáðu báður Justice League Snyder Cut-ið. Já. Hann er góður í henni líka. Ég fílaði hann, ég veit Óli fílaði hann ekki. Mér var þetta skemmtileg. Ekki? Nei. Mánu, fílaði þú hana? Mér fannst hún svo góð. Ég er nefnilega fílaði hann líka. Þú veist, ok, Óli hatar hann. Ég fekk bara eitthvað heitskilabúð á hana. Ok, ég hata hann ekki, en mér fannst hún bara svona, þú veist... Vítón myndi nú betri, því að Vítón gerði hana totally. Já, aldrei. Það var nú meira rusli, já. En sko, máli með, hún er með mörg hellinga flottum atriðum, eins og flash sequenceið er bíl. Æðislegt. Og bara hellinga svona, þú veist, eins og, everyone, this is Alfred, I work for him, mér finnst það cute. Og Batman-sinnar eru skemmtilegar og alltaf, en hún hitti ekki emotional beats fyrir mér, en ég er mjög fegin að Zack Snyder fekk að gera myndina sem hún langaði að gera, og hann fekk að breyta einn stíl og það var svo gaman að sjá Affleck aftur. En má ég þá spyrja þig, að því að þú fíla hann ekki, finnst þess að ekki að vera gigantísku munur á henni og bíóutgáfunni? Jú, það er ekki spurning, sko, en þú ætlar að gefa henni það? Já, þetta er alvöru bíómynd, hitt er ekki bíómynd. Hitt er rærigrautur okkur drasli. Já, en þetta er líka, þú veist, mér finnst svona, þegar maður hefur séð sullið sem hitt var og maður svona ber þetta saman að því, maður ætti ekki að bera þetta saman, þetta er ekki sama fyrirbærið. Hitt er bara einhver grautur af svona færibandi og svona, það sem allir framleiðendurnir voru John Peters. Það er svo, að Joss Whedon fær svo lítið vald yfir myndinni, hann getur ekki einu svona rakað Henry Cavill. Þetta mýmið lifir, en þetta er í alvörinni, hversu lítið vision hafið þið í alvörunni ef þið getið ekki bara rakað hann? Já. Þegar það mátt ekki út af vissinu bónum. Já, en ef þú værir að taka upp bíómynd og það væri eitthvað svona vesen, myndir ekki bara raka hann?
Þú veist bara, heyrðu, við... Nei, ég held að þeir hafa ekki mátt það. Ég held að þeir sem voru að taka upp Mission Impossible. Já, þeir máttu það ekki, en maður gerir það bara samt og ef það er eitthvað... Við ætlaði að vera með derring yfir þessu í alvörunni. Þetta er skegg, þetta kemur aftur. En ég hef frekar sagt bara, ég hef verið... Hver með Mission Impossible, þetta er ekki Paramount. Jú. Ég hef bara sagt við Warner Brothers, hey, við erum með Henry Cavill núna og hann er með fucking skegg hjá okkur. Þið klúðruðu ykkar mynd, þá fáðu þið ekkert núna eyðileggja okkar með því að raka hann. Þeir buðust með sér til þess að borga fyrir CGI skegg á hann í Mission Impossible. Já. Þannig að Warner Brothers og það fór ekki í gegn. Þú veist, ef Joss Whedon hefði fengið alvöru creative control og alvöru pening til þess að gera þessa mynd alvöru, ef þetta væri ekki eitthvað svona kjaftaði sem var hent saman í síðustum tíma, ef hann hefði fengið alvöru stjórn á þessu, þá hefði hann farið upp á hann og hann hefði bara, hey Henry, okay, nú erum við búnir að þessu. Þannig að núna þurft að klára að raka það af, ekki tala neitt um þetta, við sjáum bara hvernig fer. Já. Það var engin vald. Plus það var frestað Mission Impossible upptökunum. Þannig að hann hefði ekki að fengið sér nýtt skegg, hvað sem er. Og skeggja hans Henry Cavill bjargaði ekki Fallout, þannig að... Ok, allavega. Við fíluðum Fallout. Þetta var gott skegg. Ég er nú svo þreytt. Fannst þér hann ekki góð? Ég er nú svo þreyttur á þetta snýst... Ég er nú svo að vera að tala saman og lengi núna. Ég er nú svo þreyttur og bara stuð. Ég er nú svo þreyttur á þetta snýst bara hvaða stönd Tom Cruise getur gert. Mér finnst það hægt að vera bíómyndir. Ok. Það er mitt nýtting. Allavega, við þurfum bara að klára þetta. Já. Stuttur lokin. Ok. Ég er að fara hérna að vera síminn á fullu. Ég er að svara hérna einu spurningu. Við erum bara að vera hérna í alveg 5 tíma. Hey, við hefum getað að horta á Justice League allir saman og gett commentary. Já, vá. Ég ætla að gefa smá shoutout. Ok. Tomma Valgeis, vinn okkar. Já. Því að hann elskar Snyder Cut. Já, ég sá þáttinn. Þannig að Tommy, þú voru að tala um Óla og samfarnum að þessi ekki mynd. Þetta er fínasta mynd, hún bara var ekki fyrir mig. Ég er að stríða þér. Ok, endum þetta á smá svona framtíðarspjalli Batman. Ok. Af því að Matt Reeves er núna að gera sína mynd, sem heitir The Batman. Og Affleck er komin aftur confirmed í Flashpoint. Já. Og mögulega eitthvað meira. Ég held að Flashpoint verður eitthvað fucking rusl. Ok, þið eru ekki græða spennturinni. En eða þið fengið að sjá eitthvað mynd bara í kvöld. Já. Flashpoint eða The Batman? The Batman, allan daginn. Nákvæmlega. Matt Reeves er að gera sína mynd. Hann virðist vera með eitthvað svona take, eitthvað sín. Þetta virðist vera Nolan dæmi aftur. Já, aftur, en samt öðruvísi. Er ekki tala bara leikstjóri, artistic leikstjóri með sín. Þetta er leikstjóri með sitt vision sem er að setja saman teimi sem... Þú myndir ekki fá framlegandi sem segir, Paul Dano sem Riddler, John McGee, eða hvað sem hann heitir, sem Commissioner Gordon, Zoe Kravitz sem Catwoman og Robert Pattinson sem Batman. Þetta er ekki stúdíólistin. Er ekki Jeffrey Wright Gordon? Jú, Jeffrey Wright. John McGee er... Ég er ekki, John McGee? Ég maður ekki... Nei, ég skilja. En þetta er ekki stúdíólistin. Þetta er leikstjóri sem segir, hérna eru 4 aðilar sem mér langar til þess að vinna með. Og ég er búin að handvelja þau af því ég veit hvað ég vil fá frá þessari mynd. Hann er að taka hann upp í Liverpool af því hann er með mjög sérstaklega vision fyrir hvernig Gotham á að líti út. Þetta verður Hammer-esk, sko. Og bíllinn, þetta er eitthvað allt annað. Þetta er flottu bíll. Ég er rosalega spenntur fyrir að sjá hvað hann gerir með þetta. Af því þetta genuinely lukkar eins og Batman-mynd sem við myndum gera. Af því við erum alltaf að reyna að hanna okkar eigin Batman-myndir. Heimurum má líka þakka okkur fyrir Robert Pattinson, nota bene, sko. Þú sendir mér ekki að skila búið. Við erum búin að segja Robert Pattinson ætti að vera Batman síðan 2018, sko. Jep. Það er confirmed. Kriterið með Batman er, hann þarf að líti út eins og old money. Þú þarft að kaupa, þessi gæi kemur af pening. Það er að eina sem virkar ekki við Keaton og eina sem virkar ekki við Affleck. Þeir líti út fyrir að vera of svona Daniel Craig, of svona... Blue collar. Já. Bale, þú sér þannig og þú hugsar, hann er frá the Northampton Bales. Já, ég skil gott við, en það er líka pluss náttúrulega Pattinson, frábær leikari. Ég er mjög spennt að sjá þetta og ég verð bara fyrir svo miklu ábröfum til lélega með. Hún verður ekki lélega. Ég trúi ekki. Það er að segja núna, að því hún kemur held í mars á næsta ári, við erum að taka þetta núna upp í ágúst 2021. Já. Ég vil bara fá þetta fest á filmu. Verður The Batman góð mynd? Já. Hún verður
Mánar að passa sig. Ég að passa mig. Af því ég mun klippa brot úr þessu þætti og posta þegar myndi kemur út. Hún verður góð, hún verður rosalega góð. Já. Ég ætla að segja það. Eru að tala um Dark Knight game? Nei. Ekki þannig. Ég ekki tilbúin að fara það langt. Nei. Kannski. En ég alveg tilbúin að segja að þetta hefur potential að vera besta live action Batman. Svona eins og Batman. Þetta gæti slegið út Begins. Sem Batman mynd. Já. Að þú ert með svona noir feelingin í þessu, þú ert með visceral brutality eins og í trailunum þegar hann kýlar hann að gæja bara í kássu. Þú ert með þetta grimma look og það virðast allir svo, ég elskaði þarna skotið í trailerunum þegar gæinn hann kemur út úr bílnum og hann með skilaboð handa Bruce Wayne og sér að gæinn skjálfandi bara. Það er svo mikið óttið þarna, Batman ennþá svona mysterious fígur, hann bara búin að vera Batman í eitthvað 1 ár eða 2 og ég elska búningin hans. Það Christopher Nolan, Burton, hann tók það sem honum líkaði úr Batman og hann fókusaði rosalega vel á það. Það þetta gothic vision. Nolan tók það sem honum líkaði við Batman, það karakterdótið og hann setti það upp. Snyder, hans vision of Batman mikið bara útlitið. Bara Frank Miller búningurinn, ég elska hann. Ok, Frank Miller stór bíl, ég elska það. Frank Miller, Batman að berja Superman, ok, ég tek það og setti það saman. Það eins og mál með Matt Reeves, hann virðist vera að fara alveg djúpt aftur í upprunan á Batman þegar hann var með byssu, þegar eyrun eru ennþá pínu beig, þegar hann lappandi íbúð bara með vasilós að skoða hvað að gerast. Og það Batmaninn sem ég langar að sjá, svona detective Batman. Verður þetta þannig? Já. Ég vona það. Hann búinn að konfirma það, Reeves, að þetta detective saga. Er hann ekki bara að fara að detta í safe choiceið og fara í action? Ég held ekki að því Reeves svo gáfaður filmmaker, hann elskar Batman teiknumyndasögurnar, hann sagði að Earth One og Long Halloween voru stærsti innblásturinn fyrir þetta. Riddler vondi gæinn, þannig að það svona Zodiac element í búningnum hans. Þetta allan tímann að fara að vera murder mystery, sko. Því Paul Dano sem Riddler, það svona virki sem svona meiri psycho fjöldamorðingi. Já, svona slímur bara. Já, eins og Paul Dano Já. Æðislegur leikari. Æðislegur leikari, ég elska hann. Hann svo góður í There Will Be Blood. Hann náttúrulega í skugganum af Daniel Day-Lewis allan tíman. Allir fara í skuggan af Daniel Day-Lewis. Paul Dano það sem við vorum að tala um áðan. Hann svona karakteraktor. Ef þú vilt fá svona slímugan, svona slimy, grubby, lítinn mann eitthvað, það fyrir Paul Dano. Ég líka, það svo apparent að Matt Reeves að fara í Earth One. Ég las Earth One aftur fyrir þennan þátt. Og Andy Serkis sem Alfred, ég hata það casting ekki. Það gott. Það svo gott. Það líka mjög Earth One. Ég er búin að gleyma því castingi. Hvað svo sérst þetta Earth One? Ég hef ekki lesið hana. Það vartu með Alfred sem war veteran og hann var ekki ráðinn til að vera þjónn, hann var ráðinn til að vera bodyguard fyrir Wayne-hjónuna að því Thomas Wayne var að sækja það að vera forseti. Og síðan bara svona, hei, ég þarf ekki bodyguard í kvöld, ég að fara í bíó með synum mínum og það akkurat það kvöld. Og Alfred sá sem að kenna Bruce að slást. Og þeir fara í genuine slagsmál, þeir kýla hvernig hann í andliti í einni sinnu að því Alfred orðin þreyttur á hvernig Bruce að haga sér í þessum búning. En verður það ekki alltaf bara kallinn í stólum? Eða kallinn í talstöðunni? Reeves samt búin að tala að það verður eitthvað dynamic milli Alfred og Bruce í þessar mynd og ég ekki að segja að þeir eru að fara að kýla hvernig hann í þessar mynd en ég held að verður eitthvað svona roughhousing, svona battle of wits. Annað atrið úr Earth One sem ég myndi svona sem characterizer þetta mikið fyrir mig. Fyrsta sinn sem að nota grappling hookið þá spýtast það bara út og skemmist. Það mjög mikið svona Earth One. Þetta Já, svona mistök eða bara læra á græðina, læra allt úti. Þess vegna gott að í fyrsta sinn sem við sjáum Batman í Earth One það hann eldi einhvern bóa alltaf að hoppa yfir eitthvað þak og nærði ekki hitt, hann hoppaði ekki nálangt og dettur bara niður og bara svona anskotin fattur og ætlar að nota grapplinguna að springur. Seinni bókin Earth One panel for panel, alveg eins en núna nær hann stökkinu, af því hann orðin Batman. Ég elskar svona stöf og líka, við elskum núna litlu hlutina, við erum með eitthvað blæti fyrir Batman með vasaljós. Það gott. Já, Batman með svona lítið vasaljós í hendinni og ég hannaði einu svona Batman sequence með búningar þegar við vorum að ákveða hvort að Batman okkar væri með löngeiru eða rítil. Við erum með bæði. Þú byrjar með löngeiru, hann fer í eitthvað slagsmál við einhverja svona thugs eins og Ben Affleck, einn af þeim grípur í eyrun og gefur honum hnéspark í andlitið
Þannig að næst þegar við sjáum Batman í búninu þá eyrun hún styttri, svo það gerist ekki aftur. Það er ekki útskýrt, þú skilur það Já, þú fattar sjálfur af hverju hann lit styttri. Ok, fyrir með endur þetta strákar. Bara ein spurning í lokin. Ok. Höfum við gaman af Batman? Hvernig finnst ykkur Batman? Ein spurning í lokin. Ok. Verður Batman til eftir 100 ár? Já. 100%. En þá vinsæll? Já. Við erum alltaf verið löngu döður, en... Já, ekki ég. Er þetta bara svona cultural icon, hann er aldrei að fara? Já, ég meina, hann er 80 eitthvað ára núna og við erum ennþá að tala hann svona mikið. Sko, ég held að hann verður með þessu orðin public domain eftir 100 ár. Já. Er það ekki bara þegar skaparinn er dáinn pluss 70 eða 90 ár? Eitthvað hann er. Herru, gott svo að skaparinn, endum á þessu, smá shoutout á þá sem sköpuðu Batman, við ekki nú tala um það. Nei. Af því lengi vel held ég að þetta væri bara Bob Kane. Svo kom til að ljósa að Bill Finger átti stóra hluti í. Já, hann alltaf Sko, bara... Bob Kane, hann skrifaði Bat, bandstrik, Man, og Bill Finger, hann bjóð síðan til allt hitt. Hann basically bjóð til Batman sem við þekkjum. Og það er mjög áhrifamikil heimildamynd sem kom út sem, ég heldur hann heiti Batman and Bill. Okay. Ég hvort það sé hana. Nei. Bara þennan slag að gefa Bill Finger kredit. Fyrsta kredit sem hann fekk var held ég í Batman Superman. Sjáum við þá er henni credited by Bob Kane with Bill Finger. Já. Og ég táraðist yfir þessari heimildamynd. Já, okay. Þetta er alltaf maður sem skapaði uppbóðsóðurinn mína en fekk lengi vel ekki kredit. Nei, og hann líka bara dó penniless og eitthvað, það var bara... Sorglegu dauðdagi, þetta var rosa sorglegt. Ég mælum að fólk kíkja á þessa heimildamynd. Ég held að, mér minni ég að sé hana á Hulu, eða Amazon Prime. Og bara fyrir ykkur líka, því að pott gaf hana henni, bara fá þess að heyra þessa sögu Bill Finger. Endum á því, takk hérlega fyrir að koma strákar. Takk fyrir að fá okkur. Þetta var geggjað, 2 risa þættir. Þetta var huge. Bara þangað til næst. Þangað til næst.